FM 95 blöð ræði göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Ég veit ekki hversu margir að hlusta, en ég veit að vinur okkur á Kýpur er að hlusta og það er shoutout til Kýpur. Takk fyrir að hlusta á hverjum Hlynur og frábær og alltaf gaman að sjá vídeóðinn og settu meira vídeóum á grammi og það klæra jakkaföld með frábæri tónlist. Hann er í jakkaföldum á Kýpur. Ég var að reposta á Instagram. Hann hlustar á hverjum föstudegi. Já, þetta er okkar maður. Já, en eins og þið heyrið að þá er fullu bátur eins og alla föstudag. Hvenær var síðan ekki fullu bátur? Var ekki þegar pre-covid, þegar þið voru alltaf að gigga og búið til severe amount of cash og ég var alltaf með Fat Richie og eitthvað. Og þeirra voru sjónvastökur og ætla sér ekki svona að vera ár síðan. Það var ekki fullu bátur. Alveg pottet. Sko, ef við hugsaum að jákvæða við COVID, er ekki eitt að jákvæða einmitt þetta að við erum með fullan bát again. Jú, en það jákvæðast að við þetta, ég held að jákvæðast að við þetta sé kælirinn sem eru komið með og kælirinn og bjórkælirinn. Þetta er kannski ekki endilega COVID að þakka þessum sko. Nei, hann er endalaus, það er alltaf í. Nei, herru, hann er nánast tómur. Ég var að láta Rikka heyra það á Instagram sko. Sko, Rikki er rosalega þráin að bylginni. Þetta er eini, ef við verðum á einhver annari stöð þá værum við safe gagvart morgunþætti. Það morgunþáttur færi í bjórkælirðin mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag. Þú ert líka með Rikki G er í morgunþættinum. Og líka ég og lestin að það hinum megin á bylginni, hún er rosaleg sko. Þegar partíið byrjar sko. Einu sem fer yfir þarna er Þráin held ég, en hann má fara í hann. Þetta er basically svo að væri með útastátt og Charlie Sheen var á mótnana og þú myndir skilja eftir spegil með línu á og þú veist, og segja bara Charlie, láttu þetta vera. Við eigum þessa línu, láttu hann að vera. Þetta er basically svo við erum að skilja bjór í ískátum hérna fyrir The Fat Richard mætir hvíta gallaböksur og 4 ára gammal stimmi fyrir utan. Þannig verði að setja stopp sko, hann er ekki Fat Richard lengur, hann er í toppforminu. Nei, hann er kallar það blóndið. Nei, bara þú kallar hann það. Og það er komið tíma á þætti. Jú, ég er bara heyrst þetta frá þér. En hvernig hefur fyrirliðið? Ég ætla að byrja á þér. Hörðu, Ertu góður? Sko, mér langar að segja ég hef aldrei verið betri. Já. Ég hef verið betri. Hefur verið betri? Ákveður? Já, sko, því ég er atvinnulegs í dag. Já, er það farið að stíga á? Þórólfur Jong-un sendi mig heim í stofu ennina ferðina sem er hægt og bítandi að breytast í einræðisherra. Það er helviti hart að fara frá King Þórólfur yfir í Þórólfur Jong-un. Nei, ámælega, ég er nú mjög þólimaður fyrir King Þórólfi. Hann sendi heim í stofu í 4. skipt. Já. Þannig að hann er ekki lengur King hefur. Og þannig að hann sagði fyrst sagði Þórólfur þú finnur ekki meiri COVID áhuga mann á Íslandi en mig. Þú ert eiginlega COVID sérfræðingur eftir Nei, ég er áhuga maður þetta. Fyrst sagði hann, hörru, skýri sko, við erum ekki að losna við veiruna, við ætlum bara að lifa með henni, við ætlum að losna við þessa bylgju, þessi veira fer aldrei. Nei. En við ætlum að lifa með henni. Og þá segir ég bara, ok, mjess, ég skil það. Sagður þið mjess við hann? Já. En nú kom hann á í fyrradag eins og Þórólfur Jong-un. Eru þið í bandi? Yes, það sjálfsögðu. Þá sagði hann, skýri ég vil veiruð frítt samfélag. Og ég sagði, hvað meinar með því, Þórólfur? Veiruð frítt samfélag. Nú veit, ég vil fara alveg á að fara í vinnuna. Og ég bara, byrju, þú sagði fyrir árið síðan að þú veit bara, hún fer aldrei, sem veira fer aldrei. Og þú veist, sér núna vilt að hún fari alveg. Ég held að Þórólfur núna sé að taka, hann er með stærsta speil og stærstu kókaðilínu sem Ég held þetta. En má ég spyrja, hvar eru þið að spjalla? Við erum á Messenger. Á Messenger, tjúfis skefta, hann er ekki svona vinnuðin. Víst, hann er vist vinnuðin. En bara, ég læt hann oft heyra það. Já, ég heyra það. Steindi, hvernig er þú? Ég er fróðandi fítn og fyllandi góður í dag. Þið náttúrulega drullu saman þú og Gimmi sér. Já, við gæti ekki meira saman. Hvernig lítur Gimm út? Jóhann mannst að lappa og þegar ég Rói Bergman pakka hann saman í Ég ætla að vera með í dagskrálinu þekkið ekki, hvað tekur í bekk? Ég gæti ekki haft það því að það vita allir að Steindi tekur ekki 60 í bekk. 60 kíló? 60, jú. Hversu mikill auðni? Sko, málega er, ég var að mála í 5 ár. Ég var að mála í 5 ár. Blöð tekur 130. Ég get sagt eitthvað þess að ég var að mála í 5 ár. Hann var að tala að hann væri svo handsterkur og var svo góður í sjóman. Herðu, ég segi eitthvað. Ég skal segja eitthvað. Já, þetta var rosalegt. Herðu, shut your hormone. Ég sá þetta. Þetta er on the line, sko. Við vorum með þetta fyrir 9 snapchatinu. Ég þarf eiginlega að finna það. Er ég þetta? Herðu, ég talandi um að vera handsterkur drengir. Ég get sagt ykkur það, ég var að mála í 5 ár og ég er mjög handsterkur. Og ég veistu hvað, ykkur er lendi. Ég var
Ég var að mála með einu lit á hana sem var, sko, hann þurfti alltaf að skýta á sama tíma á mótana Við vorum að mála í Breiðholtinu, krummahóla Ég gleymis aldrei Og alltaf þegar við vorum komin upp í liftina þurfti hann að skýta og þurftum að fara með hann niður Það var eins og vindur og ég var að mála gafl í krummahólum og þakið og liftan fer Ég er ekkert hún hrapaði svo niður nokkra metra og ég hékk á hústækinu with my strong hands og bara ég veist að ég sko ég líf mér að þakka að vera með strong hands og veistu hvað ég gerði? Fattar þarna væri með diamond hands Diamond hands eins og, já, talandi Þórólu en að brefin eru langt, rauð bref þetta er bara, þetta er rauðu dagur og hvað er, heldur ég sé að selja það? Nei, ég með sko nefandir á mér eins og 2 geimsteinar ég er bara með DNA sendur Nei, býtu, ég ætla að segja Hvort er að rakka niður Þóról búi hérna? Ég elska King Þóról og þegar Þórólur byrjar og þá er það mjög mikilvægt að vera með demansendur Ég elska King Þóról en ég held eftir 5 ár þegar við gerum upp COVID svo eftir 5 ár þetta er búið þá er öllum saman Nei, ég held þetta er búið þegar verður fólk að gera þetta upp þá held ég að fólk muni hugsa hvernig meika það sens það smitast enginn í líkarsrækt og fólk krakka sem ræða á fótbolta og krakka sem ræða íþróttir Þetta er, fólk að bæta heilsuna hana, þú ert ekki fullur á bar Þú verður í gimmið, þú ert ekki að hell í þú og fyrir sleið Við skulum ekki dæma fyllibit Og allar, ok, mörg lönd í dag eru með boltan í gangi Hvað gerir Ísland? Þau eru slökkum á þessu öllu Það myndi hjálpa okkur í COVID núna að vera með Dominos-deildin í gangi til dæmis Ég skil að slökk á kókainpartíunum En þú veist, máttu ekki hugsa heilsuna inn í rækt Þannig akkur eru að horta að dæma allir góð ég-ó-partí Nei, ég er ekki að dæma þér Hvaða ég-ó-stemning er þetta? Ég veit að, sko, það er bara stendi elskar ég-ó Máli er, Þóról er að hlusta Og ég veit, ég tala áttu hann á chatinu Ég þurfti bara að láta að heyra það Nei, ég veist að ég hef engar áhyggjur á Þóróli neð þessari veiru Þetta er bara, maður lærði ekki bara Þetta er orðið helviti þreytt Brefin fara upp og niður Hvað er búin að tala um þetta lengi? Hvernig byrja þetta ógeð? Februar síðast ári? Nei, bara svona í massun við byrjum að ræða þetta blöð En herru blöð, ég verð að bæta við það því vorum að tala um hérna My Strength Já, ég er ekki að fara að ræða Your Strength Við erum að tala um hvað eru mikill laun Þetta segja My Strength Jú, hann náði 60 Hann náði 60? Já, hann náði ekki 70 Hann var búin að segja þetta í nokkur ára Nei, nú ertu að ljúga Nei Ég náði 70 Ég náði ekki 80 Ég er nýbúin að horfa á þetta Ég get ekki 70 Ég veit, herru með annar hendi Já, en ég geti snúið niður og kyrti og svæfti Já, þú ert fantur Myndi Steindi berja þig? Ég myndi pakka ekki saman Ég myndi pakka honum saman Auðun, ég myndi pakka honum saman Hann myndi kýla þig Sko, ég hef auða meiri en hann er fantur I see a bet coming Já, ég getur verið En drengir Ef við myndum setja ykkur tvo í ringin Ertu að segja mér að þú myndi hafa hann? Ég fer ekki lengur í ringin Boxbardagi Ég er hættur í ringu Sko, boxbardagi stendur ekki breyk En UFC-bardagi og hann kirkir með svo Ég æfði box í 4 ár sem úlingur Það máttu kýla Já, en ef maður næmir í gólfið, sko, hann er með fantur Ég var bara til að segja okkur slást En drengir Ég fór eins og hringin á móti það var helviti ójæmt Hann er með yfirverðskegg Sko, Sverrir Bergmann skora eins á mig í gannislag Og ég kyrti Sverrir Bergmann á 17 sekúndur Já, herru, put your money 17 Var það þessu gaming Við setjum bara stuðla á þetta og ég vil sjá okkur slást Þegar ég og Sverrir slóðum 17 sekúndur Minna, örgulega 14 Kannski 14 sekúndur Myndir við ná mér á 14 sekúndum? Nei, þú ert samt svo femur Já, þess að 20 kíló þingri, sko Já, sko Hvað ert í dag? Taka the weight in Er ég 100 kíló? Hvað ertu rugglaðið? Þegiðu, 100 kíló Ég hef aldrei Blöð mjög lean Já The opposite of lean Við getum orðað þannig Hann ætti að hafa 12 kíló á mig Ef ég myndi ná Hvernig viktar þessi? Við erum nýbúin að vikta Hann var 92 Svo fór hann úr öllum fötum og tók að sér skarkirbi og hann var 91 Skarkirbi, hvað er þetta með? Tók að sér úr Hversu dýrt úr? Hvað heldur ég sé bara með Rolex eða? Nei, Hvað úr þetta með? Ég bara var með Tommy úr held ég Þú veist, ég er rosalega úr Tommy Ég var líkasti Íslandmaður Íslands Tommy úr Ég elska Tommy Ég hef verið svona 89 kíló Ok, blöð er bara léttast Þá varstu 90 Hvað skammast þið fyrir að 90 kíló? Ég get orðað það 12 kíló þingri blöð Sko, málega, blöð er miklu snegri Ef ég myndi ná blöð í fyrstu lótu áður en að svitnar á mikið þá myndi ég
would choke him out. Sko, blöð mun alltaf go the distance því hann er miklu betra formi. Já, ég veit það. Þú ert svona fattur í fyrstu lótu. Ég er ekki eins og að grínast, mér langar að slást við þurfum bara Þú ætti að fara í okkur báða Mér langar að sjá þig Put your money where your mouth is Máli er að ég slæst ekki, það er vissinni. Nú, byrju, eftir hvað? Jó, ég sé hann slást á B5. Ég er á B5. Hefur séð slást á Ég sé að B5? taka gæja og berjir alveg í drast. Þessi var helviti góður. Og gera ljúar endar. En það hljómaði þessi góð saga. Já, þetta hljómaði vel. Ekki hætta með það þá Nei, en þú veist, en drengi, þið ættu bara ekki sens. Þannig að þið getur bara byrjað að fara. Ég meina, við getum ekki. Sko, ég til mig eiga sens, hvað þá eigin skoðanari til að sjá. En hann er svo UFC sérfræðingur. Já, og hvað, ég horf rosalega mikið á fótbolta. Ég er ekki verið að klína honum í vinkinu. Jú, þú hefur gert það, ég sé það. Þú hefur komið á æfingu á Hvítarittanum. Herru, þú komst á æfingu í Hvítarittanum í Mósbæi og klíndir honum í saman. Ég sá það með berum ögum. Málega Pétur Marino, mjög góð svona UFC sérfræðingur. Hann er góður. Mér steindi basically að gefa honum svolítið run for his money. Í rauninni, sko. Pétur Marino myndi pakka mig saman. Steindir líka alltaf að segja við okkur að hann sé miklu betri lýsandi heldur en Pétur Marino þegar kemur í UFC. Þessi var helviti góður. Hann er besti lýsandi landsins. Nei, hann er besti lýsandi landsins. Hættu þessu. Ég var endar að segja ykkur með þess að áðan hann væri besti lýsandi landsins. En málið er það, Pétur myndi pakka mig saman. Hann er actually góður, sko. Er hann bandamaður? Þú og Gunner Jóllir. Ég ætla ekki að tala, sko, Gunner var ég búin að segja ykkur það. Hann lit mig heyra á Instagram. Hann sendið mér DM hérna eftir ég sagði hann lit út eins og sjoppuegandi. Aha. En sko, ég sagði það líka ekki þannig. Hvernig dættir þú að segja hann lítið þessu sjoppuegandi? Ég sendi bara please ekki berja mig, sko. Það sem þú varst basically að segja er að þegar þú horfir á Gunna og myndir ekki halda hann var í UFC. Nei. Og það gerir hann að vestu martröð allra sem mæt honum á óvænt. Og ég hef reyndar aldrei séð svona sjoppuegandi. Fannst þið bara svona eftir sjoppuegandi? Nei, ég sagði það bara at the time. Gunni hlustar. Ég vissi síðasti fight sem ég lendi í, síðasti Gunni fight sem ég lendi í, var það við Dóra DNA? Það var við Dóra DNA. En hann er með eitthvað 60-70 kíló á þig? Nei, já, jú 60, hvað heldur þessi, 150 kíló? Hann er tölvöld þingurni. Og hann er 120? Hann er ógeðslega stór. Hann er herri en Jésu. Hann er 1.93 Jésu, þú hatar Jésu. Og þú tala um að þú tekki Jésu. Ég veit af honum. Ekki minnast á Jésu. Nei, en allavega Jésu hatar þig. Já, það ekki svona. Við vorum fullir í partíi og við fórum að þrasa. Ég sagði bara, Dóri, ég myndi pakka hvað voru að þrasa? Ég myndi pakka hvoraðum saman. Kynlíf? Ég er bara að spyrja hvað voru að þrasa. Já, hann er samt að screamer. Og hvernig fóru þessi barndagi? Hann fór þannig að við stigum út. Við fórum úr sokkunum Þegar við vorum á grasi. Við fórum held ég úr buksunum líka. Við vildum ekki graskrengu. Og við slóumst. Og hvoru hafið betur? Bardaginn fór basically þannig að Dóri, hann er góður. Þú veist að hann er með rekord í boxi, sko. Hann er keppir í áhammálusi og hefur FTT og svona. Og hann tók mig, við duttum á hliðina. Hann komst. Já, sem er upp á stellingin, sko. Hvað ég er búin að fá að heyra það núna síðan á páskónum. Ég finnst að ég misti það út af mér. Ég á náttúrulega margar stellingar. Nei, hann dó ekki það. Aftur finnst það að pakka mig saman á það. Getur það hægt að pakka mig saman í eina mínútu. Við fórum á hlið. Dóri kemst onna mig og hann kirkir mig. Þannig ég vaknaði það 3 mínútur seinna. Já, hann pakkaði mig saman. Það síðasti barndag, ég tapaði síðasta barndag. En heldur þau að hann hafi náðið svona léttil að því þið duttu á hliðina? Nei, ég sko. Þetta farið á einhvern annan. Nei, við vorum báðum. Varstu kærlaust að því þetta voru upp á stellingu? Við vorum báðum mökkaðir. Það er bara. En hvort var það skill eða weight sem skipti mestu máli? Það var þyngdin, að mínum að þetta. En það er ástæðilega að þyngdaflokkar í UFC og í boxi. Og það segir sjálf bara, sko, lélegur boxari í heavyweight myndi berja besta boxaran í ykkur lightweight. Þannig að þú veist, ég peppa þig þessum, Dóri hlusta, Dóri, hófum við raskötu I took the fight, sko. Ef við færum allir 3 og þá er ég að tala um ekki, veist, eins og Hjöppi okkar maður, okkar besti maður.
Hann hefur oft talað að hann myndi rústa sko Gunnar Nelson Já, í Street Fight sko. Hann vil ekki sjá það í Octagon. Ég vil meina að Gunnar Nelson hafi betra á móti sér í The Octagon en Hjöppi myndi vinna inn á Street Fight. Nei, það er bara ekki, sko, ég get lofað því Dokkin okkar Sko, ég elska Hjöppa Okkar besta mann Gunnar Nels, hann myndi drepa hann bara, þú veist, við erum að tala ekki einu svona á mínútu, sko, því miður og ég elska Dokkin, sko það fólk má ekki vannmeta, sko, viktina, þú veist, ok, auðvitað hann í Hjöppi var örgulega millivikt, hvað er hann þungur? Nei, Hjöppi var light heavyweight, sko, Hjöppi hann var svona mánuð síðan 104 kíló en í dag 91, ég aldrei séð hann að kötta sér hann lítur vel út en já, þú hittum hann bara í hátíðan það er bara að vera harður Gunni getur verið 25-30 kílóum léttari en ég faðmaði Gunnardaginn Já, og sagði hann er svo rosalega þykkt í hún hann er oft, hann er langt yfir sinni þyngd þegar hann ætla að vera að keppa í dag En stráka, það má ekki Ég ætla að klára spurninguna af því að ég blandaði Hjöpp inn í þetta af því að hann vildi meina að myndi vinna hennar Street Fight Segjum að hann væri alvöru Street Fight og við þrýs á móti Gunna myndi hann pakka okkur saman Ekki þremur fullorðnu gæði Nei, það er ekki Van Damme Það er ekki hringsparka Þannig að við gætum bara farið allir á hann og landa Ég held eiginlega að hvaða tveir sem getur unni eitt, sko Ef þeir eru all in Þetta er ósækjart þegar það er fleiri og þetta er mestu auðmíkjarnir eru alltaf þeir sem fara 2 og 1 eða 3 og 1 Það eru ræflat Ef þessi tveir færu í alvörunni báðir á 1 þá held ég að ætti enginn breyka en að fólk gleymi því einu því ég er eins og að kom inn á ég er svona UFC séni En myndi Gunni ekki bara byrja að kýla í þegar hann kemur og þá var hann búin að losa hann út og svo Þetta er rótan sko Ég hef aldrei rótað en hit you on my life sko og ég er með great job sko En strákar, það má samt ekki gleyma því að ég er að hrærast í þessu og ég er sérfræðingur FNÍF blöð þegar kemur að MMA En strákar, það má ekki gleyma því að bestu bardagamenn, við erum að tala bestu fætera, þú veist, það við erum að vitna í Van Damme og svona kveikmyndastjörnur þeirra hættulegustu menn veraldar Gunni er að berjast við þá, sko Gunni lappar inn í ringin á móti svona gauður sem eru bara hættulegustu menn í heim En veistu hvað berjast svo mikið? Ég er harðast í Gunnar Nelson aðdáðandi í heimi Ég elska hann ekki Hann myndi takka okkur þreymur saman Þetta allir íslíkar fíli Gunnar Þessi engi sem þú spyrir svona Gunnar, þú veist, fucking fá it Og það pyrir mér svo mikið hann hefur verið svo óheppin svo oft eins og það gæsi potað auga og í staðið þarna átti hann bara að labba the ref það rusl potað auga á mér hann ákvæði einhvern veginn að ég ætla að harka þetta bara og ég ætla að berjast með annað auga og það er svo margt sem pyrra þig við fyrirlinja Gunnar Já, og ef þeir eru að horfa bara á bardana sem þessi maður er búin að eiga við hann var að keppa við hann var að keppa við Burns sem var að keppa upp á titilundaginn hann var að keppa við Leon Edwards sem er að fara að keppa upp á titil eftir korter hann er að keppa við bestu gaur í heiminum Einu barndaginn sem ég segði með Gunnar sem hefur liðið og nú á Gunnar ekki break það er venna Brasílu kom hann hvað heitir þessu hann er að fara hann er að fara 3 lótum þessu gaurum það er enginn að fara 3 lótum þessu gaurum hvað heitir gæðina bestur í gólfinu sem var glimið Gilbert Burns sem var kepptið Damian Maia það var eini barndaginn sem er lág með Gunnar og ekki fokk og gefið mikið break öllum öðrum var hann bara hann var gestur í okkur daginn hvernig sagðist hann alltaf í ringin ég held bara að segja ég held að ef ég þekki Gunnar rétt þá er hann bara basically hann er tilbúinn, hann vill bara berjast það sem ég að smagnaði er að hann myndi fyrir svona the average góm hann myndi berja Conor eins og hóruna sem hann er það er nefn út af því að sko fyrir því aðeins skóminn menn hugsa kannski ekki Conor getur lað með Gunnar nei Gunnar myndi pakkun saman þeir eru sigurum þeir geta nafnilega verið í sama þeir getur verið þeir hafa keppt náttúrulega í sigurum floknum sko ég geti rætt UFC allan dag en það þurfu ekki að fara yfir hverju þættinum þekki eða ekki nýjasti dagskrárliður FNÍF blöð hann er á sínum stað hann er krefjandi já við erum með geggjaðan klefa við heldum áfram með bylgileikin þar sem þeir eru að gefa ferðarvinninga þetta var páskaleikur síðasta föstudag núna er þetta sumarleikur við heyrið þetta er með stiktari símtölu sem við tekið FNÍF blöð það kemur hérna eftir þetta snýst blöð hljóðin að vera með nógu mikið ömulegum hljóð bara svo fyndið þú helst einhver myndi að æsa sig en þið heyrið þetta betur eftir ég fer yfir þetta áður og við fyrir minni þannlið Egil, þú ert með spurningkennina hvað er þetta? Hörðu, ég er með King of Working Hard og ég vaknaði á morgun 6:25 það var sunshine úti og ég hljóp út í bíl í peysunni þá fattaði ég að það var -7 en þá fór ég að hugsa
Hver svona meiri hard worker? Það Stoney eða The Blonde Ale? Og ég forvitin Það ástæð fyrir ég bjóta til Hvað tengdist það söguna Já, út af því ég vaknaði í morgun og hugsa, ég er working really hard að vakna 6:25 og hljópa út á peysunni en það var -7 Þið fattu ekki eitthvað, ég á góða úlpu en ég hugsaði með þau sunshine, yes, fór til bíl -7 Þetta er gluggavöður og hættulegt á Íslandi Það sé bara að hugsa Hver er latari? Hver er latari? Slash meiri hard worker Sturla, staðrindir Það kemur ljósa kids How do you fellow kids er á sínu stað Það er ekki búið lengi sko Sturla, staðrindir er ekki lengi King Mike kikir í heimsókn til okkar Þannig að við erum Hann er sexerikt Róðfull af þátt En veistu hvað er líka blöð? Þú ert að gleyma einu Nei, ég er ekki að gleyma neinu Einu sem ég er að gleyma er að sko kostandi þáttarins er Keiluhöllin En svona litli bróði þáttarins er Hamborgarfabrikan og hún er 11 ára í dag Fabrikan er 11 ára? Já, það er rosalegt Og það er rosalegt tilboð alla, eða sko, hvað var þetta ekki, heila viku hérna Það er allir hambúrgarar á 2010 krónur Gefins Já, og allt annað er á 20% afslæti og þetta gildir frá 9. til 15. apríl og gildir engöngu í netpöntun Þannig að þið getur fengið hambúrgara á 2000 kall á fabrikunni Það var take-away í heila viku Nei, þú varst að gleyma einu blöð Við erum með rosalega dagskrálið sem við erum búin að vera í smá pásu Já, sem Sækja Dick heitir líka. Sækja Dick og hann er á eftir og það var, ég hringdi í Sundhull á Ísafirði Það er stemming Já, ég var að ótta mér einn ískallan ript ég klári í þessa veislu í dag Já, og eins og við komum inn á hann þá hittum við doktorinn Hjöppa í hádeginu Hann var léttur ljúfur og kátur eins og alltaf og sagði við mig blöð Ég verða að fá skóla með Bubba Það er aldrei fór í söður Þið er að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og ég verða að gefa þínu mannið það Egill Þetta er sturla lag Tiesto Já Hann er bara búin að vera svo segur Ég elska við Tiesto, hann er segur Já, þetta er Þetta er 1969 frá Holland sem er allir bestu DJ-ar heimi koma á Hollandi og veit enginn af hverju en ég elska Holland en hann gerir ekki hann að dæla út hittur og segja ég gleymi líka aldrei nei ég gleymi líka aldrei ég fór á Tomorrowland 3 ára röð og ég oft hugsað ok, Tiesto hann að byrja nú kl. 11 jú, hlustu ekki á hann skilur, út af að maður gerir að ráðferða þetta sem semi-gott sett út af það ég er búin að Tiesto frá því var 10 ára basically og hann er ekkert eðlilega góð hann rýfur alltaf ef það væri þak á Tomorrowland það rýfur það af hann er ekkert eðlilega góður ef það verður Tomorrowland núna þá er þetta lag er þetta ekki bara vinsælasta lagi heim í þetta? Já sko þeir frestu Tomorrowland til ágúst seft en ég held með fulli benningu verið öllum íslingum sem er með á Tomorrowland að það verði ég mínast tölur hrein íslensku ég held ólíklegt að verði Tomorrowland það er 180 manna hátíð og að koma fólk úr öllum það verður bara ekki þetta er líklega á næsta ári það sem er pirrandi er sko að ég ætla á næsta ári sem því að það er mjög erfitt fyrir mig að fá miða á næsta ári ef að hátíðinni ár verður ekki en ég vonum að verður ég færist þér á næsta ári Ötti, myndið þú einhvern tímann fara á það? Já, ég einhverju flippi ég er ekki af spenntur og eigið þetta er ógeðslega gaman ég get ekki líst í hvað gaman það ég er meira svona bara, ég vil sjá Helga Björns og Bubba Mortens á sviði ég er nefnilega svolítið það líka en erum við FNÍ fyrir blöðmenn að fara á Tomorrowland? Helgi Björns er ekki aðna sko ég get lofa hennu þið myndir fara, ég komið ekki leiðast í eina sekund En drengir, það er komið að nýjasta dagskrálið FM 95 blöð Nei, reyndar, það er klefinn sem er rætti Nýjasti dagskrálið er bylgjuleikurinn Þetta er næst nýjasti, herru, við erum með fullt af nýjum liðum Ferðarvinningu bylgjunar Já, ferðarvinningu bylgjunar, ég er eftir smástund En næst nýjasti dagskrálið FM 95 blöð Þekki eða ekki og það er okkar uppáhaldsmaður John Johnson sem á nafnið á þessum lið Það er frábæran John Og get ég renn undir hérna í þessum lið Já, við elskum Jón Þekki eða ekki En af hverju fáum við ekki John ég veit að hlustar alltaf á okkur félagana gera trailer? Nei, gera svona eitthvað bara eitthvað betta trailer/betta Þekki eða ekki Trailer með John Johnson basically þú veist, þá setur það í gang og síðan er það undir með spjöllum Jón, okkur uppáls, við veitum út að hlusta en að búa til svona trailer fyrir okkur En á móti finnst mér þetta að vera svona stemningin þetta er svolítið rólegt og romantíst Við erum að hver að okkur góðmónum á að fara fram Byrja þú að fara fram Ég fer alltaf fram, ok Nei, fer ég ekki alltaf fram? Já, ég veit það, ég fer alltaf, ok, ég fer alltaf fyrst Er ég ekki alltaf fyrst? Að fara fyrst?
Má ég væli í friði það? Ég ætla bara að taka með klassik með mér. Já, drullaði fram. Sko, ég ætla að taka klassik og ripper með Synthé. Já, gerðu það bara. Meira sem hún Verður samt bara þetta fyrir framan. Þú týndi síðan sko. Ok, fyrir ykkur sem er að hlusta í fyrsta sinn, velkomin að viðtækjunum, en þessi liður gengur út á að Steindi svarar 4 spurningum sjálfan sig, Egill líka, svo eigum við að giska hvað hinn svaraði og svona sjá hvor þekkir hinn betur. Já, ég er klár. Ertu tilbúin, Steindi? Já, ég er klár, þetta er drullu erfitt, ég ætla alveg vikinn það. Já, ég byrjar að senda spurningarnar á ykkur fyrir þáttan, þess að ég ekki jafn lengi að krifja þetta. Og bara láta að vita auðvitað að ég er búin að lenda í smá hostile crowd, ekki hostile, en ég er búin að fá mikið sent út af því út af þessari kynlísrugl. Já, þetta pakkaði eiginlega saman þetta í byrjun þáttan. Skrítið svar á hlið. Já, það er rosalega skrítið. Þú ert eins og eitthvað letidís. Nei, já, þetta átti ekki að koma þannig út. Basically, ef þú ert að hlið þá nennur engur. Nei, já, þetta átti ekki að koma þannig út. Ég alls ekki. Ok, en ertu að bara gera svo? Nei, ég er að reyna að sinna mínu. Já, gera mitt. 4 spurningar, ertu tilbúin? Ég er klár. Fyrsta spurning, hvað hefur átt margar kærustur, Steindi? Ég hef eiginlega bara átt 2 kærustur. Sko svona, þú veist, ég átti ykkur svona gaggó kærustu. Ef þú áttu kærustu gaggó og það var að kærastæðin? Já, þú veist, já. Við getum kannski smurtis í 3 ár. Miðum við ár? Ár? Já. Ok, miðum við svona 7 mánuði? Nei, ég hef bara átt 2 kærustur. 2 kærustur? Já. Ok. Ef ástin er hrein með John, what a singer man. Uppáhalds bíómynd. Það er erfitt að nefna eina en... Já, það er alveg Mortal Kombat 1 eða Billy Madison. Þá setjum ég Billy Madison þegar þú er alltaf sagt hann. Já, Billy Madison. Næsta þegar It's time to get lucky. Já. Hvort eru ljósin oftar kveikt eða slögt? Eru ljósin oftar kveikt eða slögt? Já. Bara þau eru... Já, þú veist. Hvort er það? Nei, þau eru svona bara mitt á milli. Nei, menn þú verður að segja annarkvort þeir eru oftar slögt eða oftast kveikt. Já, þú veist. Ok, hvort gerist oftar? Ég meina, þú gerir ekki vel að bæði. Nei, ég er að segja, þú veist, það er ekki completely darkness. Nei. En það er heldur ekki kveikt bara, þú veist, eins og bara þú voru að lappin í rúmfattalæri. Ég er ekki að tala að það er ekki kastarar á það. Nei, ég vil ekki segja að sé bara, þú veist, það er kannski lampi. Þannig að kveikt. Nei, er það kveikt það? Ég meina, ef það er kveikt að lampa, þá er kveikt inn í herbygginu. Já, þú veist, það er ekki beint kveikt. Þú veist, við sjáum hvort annað, kannski aðeins. Ég þarf svar. Já, hvað ég að segja við þetta? Lampi. Ok. Oftast lampi á. Já, þú veist, oftast það er ekki seremonía. Ég fer ekki að kveikja á lampanum og segja ástin mín, þú veist hvað tím er. Ertu í stuði eða? Ok, en mér heyrist á þér að sé oftar kveikt. Sko, ég var að segja svona dimmer. Fattur þú? Já, ég spyr hann, þá var hann að segja oftar kveikt eða slögt. Alveg slögt, bara þú veist, maður sér bara ekki neitt. Bara ekki, þú veist, það er bara slögt á ljósum. Þetta er ekki flókin spurning. Er oftar kveikt á einhverju ljósi að inni? Já, kannski svona döfri peru, já. Þannig að þú segir kveikt? Já, svona, já, dimmer. Ok, kveikt. Þá var það bara svarið þitt. Nei, það er ekki beint svarið, sant. Kveikt á kallinum. Það hljómar hræðilega. Það er kveikt hjá okkur núna. Ég myndi ekki vilja stunda kynni við þessu. Nei, en það er kveikt á lampa þegar greinlega með einhverjum dimmer. Já, nei, þú veist, lampin er ekki með dimmer, bara velju lampi. Ég bara segja, það er rómantískt. Það er mjög stutt í að Sigrún sendi mér. Já, ég veit það. Hætt að tala um þetta. Já, ég veit það. Hætt að draga þetta, það er bara kveikt hjá okkur. Nei, það er ekki kveikt, það hljóma bara ógeðslega perralega. Það er ekki kveikt. Nei. Þú varst að segja. Úti er kveikt, það er bjart úti, hérna er kveikt, það er ekki slögt. Ok, það er nærði að vera slögt. Ætlar að segja slögt þá? Maður þorir ekki að segja neitt þetta lengur. Þú var að segja kveikt eða slögt? Já, þá myndi ég freka segja slögt. Já, breytum þá. Já, frekar. Þú veist, það er ekki kveikt. Nei, þá segir ég slögt. Þetta er lýsing. En sko, ég á ekki meira að plássa blaðinu hérna. Ég er old school og nota blað og penna. Þannig að slögt, lokasvar. Já. Síðasta uppáhalds líkansparturinn. Ég held að sé bara Rassin á mér. Rassinar? Nei, ég veit ekki. Axlir kannski. Ég er axlabreiður, sko. Ég ætla að vera að mála í 5 ár. Ég veit ekki. Axlir. Góðar axlir. Veistu, stoltur af rassinu líka það? Nei, þú veist. Já, mér finnst alltaf lagi. Herru, ok. Með þeim orðum, drullaði fram.
Stóði mig okkur lega? Já, Mér finnst þetta óþægild í dag Mér finnst það verra í dag en Ég er búin að senda þér spurningarnar og ég hef aldrei verið að lengja að fá svar Já, þú sagðir okkur ekki og hafi sendt okkur þær Herru, Herru, ok. já, ég fyrir. En Egil er búin að vera að lesa hérna frammi þannig að hann hlýtur að vera aðeins betur undirbúinn Meðan skulum við hækka aðeins hérna í þessu stórkostlega lagi Og þau verið einmitt að fara að taka lagið á hlustendavelunum FM, nei þetta er náttúrulega hlustendavelun bara Sittu Nei, sælunur, þetta er ekki lengur hlustendavelun FM Þetta eru Bylgjan og Exið og FM 957 En það er kvöld? Þetta er í kvöld maður, 10 mínútur í 7 á stöð 2 hvernig sem það að í- þau taka þetta lag Hvernig er það í COVID? Er það bara Já, þetta var tekið upp on the line? Já, nei, þetta er ekkert on the line, þetta er á stöð 2 Yes Erst þú tilbúinn? Það er svona semi-mist að erfið dagskulur en já, yes Já, Steinda fannst þetta eitthvað erfitt líka Samt að við búin að senda ykkur Hvað hefur átt marga kærustur? Hvað við átt marga kærustur? Já Hvað er það, googla? Nei, ég bara, veist, sko, þú átt að einu púp Þú ert hann að Ég hina er með miðað við 7 mánuði. Ég veit, en þú bara situr hann einu með og það heldur þig að spyrja spurninga og henda bara svar strax, sko Já, svona eins og í spurningi kemdi gilsarans Ég var 3 3, ok Uppáhalds bíómynd Tango and Cash Grjótart svar Ok Eða uppáhalds bíómyndin bara allra tíma Það er, ég málega ég held að mann fatt ekki, menn fólk heldur sig að grínast Það er besta mynd sem við gerðum höfuð Já, við erum nú aðeins að spúfa hana í leilunleikunni Ljósin oftar kveikt eða slögt Stand you get lucky Kveikt Kveikt Helvita Slökkt. þægilegt að fá svona gott Akkur slögt Svo er það síðasta spurningur, léttasta spurningi fyrir þig. Hver er uppáhalds líkansparturinn? Sko, þetta er brjóstböðun eða þríhöðun Guð mig góður. Málega þetta ég er í vesen með bísepin á mér Ná, Sko, ég spurði ekki í hvert er með þess. Ég hef spurt Magga Bess Félagað minn Herru, Fellow bodybuilder Já, sendu mér það bara með e-maili. Hvað er uppáhalds hvernig stakkaði með líkamsparturinn? tvíhöðan En þú veist, þetta er bara genetískt Þú ert annarkvæmt bara með stóran bís eða trís Ég er bara heppin með trísin Ég er óöfn með bísepin, sko Já, Þetta ég er var annað ekki að spyrja þig. Má ég velja svarið poop? Já, segðu mér það. Þríhöðin Þríhöði, ok. Herru, þá skulum við fá Steinda hérna inn. Steindi! Ég er að veipa fram því Já, En það er lagið, Það var það- að veipa í klefan ekki í dag. Þetta er óþólandi. þetta er búið að Nú koma spyr ég svo en asshole Má veipa fram með það? Nei, það held ég nefnilega pottið ekki. Og Ég er sko, er öllum heiðar sama? fórstúrun okkar hlustar og hvernig einasta þátt. Já, ok, nú hefur Heiðar að hlusta Já, Hefur Heiðar eitthvað spáðið að mögulega reka Steinþór eða hann er að veipa Já, þetta fram við erum að hætta að veipa hérna inni allavega. Hvað- Það má ekki veipa hérna inni, Steindi, bara svo vitra. Má ekki veipa Hætt að veipa hana. Þetta er vaskufa Já, ég held þú meira ekki neinu fyrirtæki. Hætt að veipa þetta Hvað er það að segja mér að fara út á stett að veipa? Nei, bara þeir neðan allar heldur Er ég í Norður Kóru? Finnstu hvað, okkur mátt ekki veipa í flug Þú getur bara- kaffihúsi? Þú getur bara verið þar með Þetta er svo tórlega gott. við Hérna Þú veist að ég er hættur að reykja sko, ég reykja ekki síkartur Já, en veipaðu úti. Ég veipa sko Já, gerðu úti. Já, það tekur tíma að fara út, ég eigði vinnutíma að fara út Ok, hvernig er sko, nú er ég búin að svara Já, og Steinþór er búin að svara já, Já, við erum ekki að fara inn að liði fyrsta sinn. Yes. Ég- Þetta er bara í annað sko, þegar ég er með Nei, mjög við lág erum grindavistu að- lög Já, Þannig við að erum gott að að- rifja þetta hans upp sko Herru, ég maður er fyrir bara- þriðja sinn, Er það ég ekki bara- búin að vinna Egil í bæði skiptinu? Jú, nei, það var jættefli síðast. Er það? Nei, ég manna ekki, það Er var aðeins það? komið í Mér okkur í minnir að ég podcastinu, sko. Já, Veipið. við vorum basically blind fullir hérna í Herðu, fyrir hérna, Ég er fullur í það líka sko Steindi, ég spyrir þig, hvað hefur átt margar kærustur? Nei, hérna, ég spyrir þig Egil, hvað hefur Steindi átt margar kærustur? Hvað heldur hann að svara? 7 Nei, það var rátt, hann áttu átt 2. Ég Ha? spyr Já, þig 6 er eitt Ég Já, er þá bara vill hann ekki eiga kærustu, það? Já, ég tefna ég- bara með gott rotation system Hefði ég tippað á Nei, ég Tvær? Já, ég er bara Weird, ok Steindi, hvað hefur Egil átt margar kærustur? Þú veist, Ötti sagði líka ár, fattur þú? Nei, ég sagði svona 7 mánuði. Egil hefur átt svona kærustur Ég held að Egil hefur átt kannski bara svona 4 kærustur Nálætti, það voru 3. Og hann var svo drullið mig, hann átt 2 Ég elskast að hann að skýta núna Engin komið punkt, Steindi, ég Eðlilega spyr hægur. þig núna fyrst. Hver er uppáhalds bíómynd Egils? Uppáhalds bíómyndin hans er hérna hvað heitrastu myndi með öllum steraköllunum sem er einni mynd Expendables. Já, Expendables 2 Það er rámt. Negative Það er reyndar Nei, maður ekki skaftur Sorry, ég er ekki búin að þið sögðu ekki neitt Tango and Cash Nei, ég takk fyrir Ég sopnaði á vaktinu Þetta er svo erfitt Tango and- svar að ég verð að gefa rétt á Já, þetta. Tango and En Cash sko, Expendables er geðveikt gisk sko. Já, Það er geðveika myndir Ég sko. veit þú ert mikið fyrir þær Hver er uppáhalds bíómynd Steinda, Egil? Sko, ég er búin að hugsa Sko
Hvað ætlar að segja sko? Nei, sko, því að sko, hann er gamer hann er gamer, hann væri svona típa sem væri í Iron Man myndunum og þannig, skilur, hann er gamer. Svona Marvel-nörd. En hann er líka action-nörd, skilur, hann elskar Nicolas Cage og Wesley Snipes og þannig ég segi Put the bunny back in the bus. Passenger 57. Geggja gísk. Nei, það er Billy Madison. Always bad on black. Ég spyr þig Egill, vill Steindi hafa ljósin kveikt eða slögt? Kveikt? Nei, það er slögt. Þannig að þú farið ekki að Þú ert að sexa þér? Af hverju er alltaf að kalla mig það? Af hverju er alltaf að kalla mig það? Þú kallar alla verið í það. Eginn fær ekki þessi punkti. Af hverju er alltaf að segja slögt? Af hverju er alltaf að kalla Slögt á hlið. Lata ruslið. Slaka Þetta grínast þig. Hætti að kalla mig latur. Nei, bara slökkum ljósin og bara höfum þetta á hlið. Nei, slaka það á. Ég til að fá tilling á þér Þú ert ekki að vágera því. Ég hef aldrei vitað að það er kjafta. Hlusta. Ég er að hlusta. Já, ég sagði við þetta. Við vorum heillengi að finna út í hvort þetta vera. Já, þetta var ekki. Þetta er ekki alveg, þetta er ekki slögt. Nei, ég er bara að kjafta þessi. Nei, hlusta. Já, ég er að hlusta. Þetta er ekki slögt. Þetta er ekki þinn liður. Ég verð að fá að taka fans. Ég var ekki ná. Þetta er ekki svona kveikt eins og hér. Flúolýsing. Nei. Þetta er lamp. Já, kveikt. Er lampi kveikt? Nei, hann vildi meina að þetta væri nærði að vera slögt. Nei, þú veist, ég er að segja, þú veist, það er Steindi, ég tók kort þessu umræðinu. Ég veit að Þetta er bara ekki punktur, ég spyr þig núna, hvernig vill Egill hafa? Kveikt. Það er rétt. Steindi er komið 2 stig. Kannski er hann að tala sam og ég veit þið. Það er komið að síðustu Ert þú með flúolýsing? Lendir Logi Bergmann í þessu það? Nei, góða punktur á Blondale. ég bara spurði, kannski erum við með sama svar. Blöð getur rekið það út eða vill. Erum við með sama svar? Nei, bara, Er það lampi? Hver er Nei, ég er bara með skýtsam að setja flúlu sem ekki að flying rats. Ég leið með þig. Steindi vildi meina að hann var með lampa bara með einhverju teppi yfir. Hvað er að gera? Ég var að tala hann er flúolýsing. Settu mig á Laugardalsvöllinn á miðjuna. Ég gæti ekki meira saman. Þú ert svo mikið fáið þig maður. Það væri grænt. Hann talaði um kveikt, hann var ekki að meina það. Ég er ekki alveg að ná í flúoljósum og Laugardalsvöllinn. Ég veit ekki það. Ég geti komin eitthvað lengri. Ég veit ekki af hverju þú er svona down, Steindi. Þú ert að vinna 2-0. Síðasta, hver er uppáhalds líkamspartur Steinda Egill? Nei, Steindi, hver er uppáhaldspartur líkamspartur Egills? Þetta finnst mér vera auðveld spurning. Þess að hann sendir mér bara skilaboð 2 í viku hvað bíseppin á hann er stór. Ég myndi halda að þetta væri bíseppin á hann. Það er rangt, hann myndi meina bíseppin. Ég myndi léla að minn versti líkamspartur sko. Rétt svar hann að það hefði verið axlir. Nei, tríseppin. Hann að tala um tríseppin fyrir hann að senda. Það er þríhöðurinn aftan á, ekki deltótin. Byrju, ertu að tala um þríhöðurinn axlir? Hérna, motherfucker. Það varst uppallegin var ég. Hann sagði axlir það? Trísepp. Nei, svarið hans var axlir. Nei, trísepp. Það er þríhöður, það er aftan á uppalleg. Sæði ekki trísepp? Jú, þríhöður, fyrir ekki. Já. Sko, ég rugglaðist. Þú varst með uppallengi var rétt, en þú varst með bísepp. Ég með minnsta bísepp í heimi. Naut heimska rusli. Herðu. Ég gæti þess að senda þig fram. Sko, Egill. Afsakið sagði ég. Ég maður best afsökunar. 7 móðganir viðbót og ég fer. Það er 13 viðbót. Veistu hvað ég er að kóta? Veistu hvað myndi ég er að kóta? Basketball. Hver er 13 or 14 more times and I'm out of here. Squeak. Hver er uppáhalds líkamspartur Steinda? Sko, sko, hann er með huggult andlit. Hann er flott yfirvaraskegg. Takk fyrir það. Hann er með flott tattoo uppallegnum. Hann er ekki miðsvæðið. Sko, motherfucker. Er það penisinn á hann? Nei, það voru axlirnar. Þess vegna verið ég að rugglast á hann. Svarið hjá honum var axlir. Hann er ekki með axlir? Jú, hann er ekki með axlir. Ég er með good shit axlir. Hann er axlur? Nei, segðu mig. Ég er axlabreið. Hvernig getur það fatt axlir? Hann er ekki með axlir? Ég er með axlir. Ég er alveg axlir. Steindi vann þetta. 2-0. Hann vinnur með allt. 3-0. Motherfucker. Fyrir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 og við Steindur konið inn í klefan, þannig við erum ekki beinu útsendingu núna og ætlum að fara í dagskrálið sem að hóf göngu sína í síðustu vöku. Þetta er nýr liður. Já, hann heitir ferðavinningu bylgjunar. Já, svona við köllum þetta páskaleg bylgjuna síðast. Já, hann er eiginlega orðið ferðavinningur af því að ég er að spá ég að keyra núna í sumarleik. Já, ok, ætlar að kynna þessi sumarleika? Já, ég ætla að kynna þetta sem sumarleik og þetta er í rauninni bara sko blöð, það sem þetta gengur út á er að við þurfum að fá bara einhverja saklusa manneskjulínuna og
drekkin í hljóðum. Já, það gekk ágætlega síðast. Þetta eru óþægilegt, við erum að nota hljóð bara hérna úr símum og tölvum sem er í stúdíónu. Við erum ekki að setja þetta inn eftir á. Nei, það er svindl. Nei, það er svindl. Við spilum þetta bara hérna og sko, bara því meira því betra. Já, hvaða nafn viltu vinna með í dag? Halldóra. Halldóra, fallegt nafn. Há bara fer ég hérna á já.is og við gefum þeim shoutout. Já. Frábær síðan. Já, hún er bara að hjálpa okkur mikið svo síðan. Já, ég kom með hérna, ertu tilbúin? Já, ég er ekkert með þannig sinni einar sko alveg spurningablöð. Ég er bara með þetta eitthvað svona, þú veist, hvað gerist á 7. júní og eitthvað. Já, en það þarf samt að vera eitthvað ábyrgandi þannig að fólk á að vita en fær rangt fyrir það, ekki? Já, fólk fær alltaf rangt, það er ekki hægt að fá rétt í það. Ok, tjekkum á þessum að sjá. Halló. Já, heyrðu, það er búið að svara hérna. Drengir, lækið aðeins í músikinni. Góðan daginn, er það Halldóra? Herðu, ég er að ringja hérna handa hófi Balli Balls heiti ég og ringi hérna frá Belgjunni 989. Hvernig er það að hitta á það sem góða föstudegi? Og bara bærilega svo sem. Er það ekki? Jú. Það er gaman að heyra. Herðu, við erum að halda áfram með páskaleikin okkar. Við vorum með rosalega páskaleik sem flög ekki út í síðustu viku því miður þá þú þarft að geta svara spurningu rétt í beinni útsendingu. Ertu klár, Halldóra? Já, því ekki. Herðu, þá er komið að fyrstu spurningunni og haldið þið fast, Halldóra, hún hljómar svona. 17. júní, nánar tiltekið á þjóðhátíðardag Íslendinga. Hvað þýðir það nákvæmlega? Hvað gerðist svona eftirminnilegt á þessum degi 1944, Halldóra? Þá erum við fullvalda ríki. Því miður, nei, það er ekki rétt. Því miður, elsku Halldóra. Það var sumardagurinn fyrsti. Það var þá völdum við sumardaginn fyrsta. Það væri dagurinn sem að við myndum velja sumardaginn fyrsta. Ég ætla að gefa þér aðra spurningu. Nú. Ertu klár? Og það eru góðir vinningar núna. Það er ferðavinningur, það er fullt af bensín á bílinn. Það eru gistingar, tjöld og fjórhjólaferðir og ég veit ekki hvað og hvað. Hún hljómar svona og við ætlum að setja hérna á skemmtileg lög undir, vonandi heyrur þetta heim. Já, og það er komið tónlist. Hvenær er verslunarmanna helgin haldin, Halldóra? Hvenær er hún haldin? Já. Ég vil ekki segja það sem fyrsta helgin í ágúst. Fyrsta helgin í ágúst, segir þú? Já. Maður sjá, við býðum eftir svari. Og maður sjá, fyrsta helgin í ágúst. Maður heyra. Nei. Það er ekki rétt. Það er síðasta helgin í júli. Anskoti. Við strákarnir hérna á bylgjunni, við erum mikli partímenn og við erum í stuði og við ætlum að spyrja þig einna loka spurninga. Þú hefur senst að vinna allan að pakka. Ertu tilbúin, Halldóra? Já. Hvað eru mörg spil í spilastokki, Halldóra? Og nú spyrja þig hérna á bylgjunni. Balli Balls heiti ég. Og er vissast núna á brjálast ég. Já, mörg spil í spilastokki. Hvað er mörg spil í spilastokki? Eru þið ekki 52? 54 sannlega. 54, nei, það eru 50. 50? Já, þeir eru búið að taka djókarina. Nei, hættu nú, ég held að þið séu með vitlaus svör. Nei, ég ætlum að hárið að tjóri á okkur. Halldóra, ertu fúl yfir þessu? Nei. Er þetta drullu svona? Já. Hafa það gott, elsku vinkona, og við ætlum að halda áfram að hringja. Við ætlum að losa út sumarvinning bylgjunar hér á bylgjunni. Ég átti erfitt með hálftími. Ég ætti að setja mækið niður. Þú varst svo heimskur. Gæst ekki verið með bjöllun og þetta tilbúð. Þetta var hræðið. Ég heyrði sko ekki. Það var verri en síðast. Herru, ég heyrði þú varst svo nálægt með síman. Nei, ég var löngu hættur að spila. Þú varst með svo marga glugga opna. Þú gæst ekki nota bjölluna. Hún heyrðist ekkert. Ég heyrði ekki neitt. Ég var með svona 8 glugga opna. Það heyrðist ekkert. Vinningarnir rjúka ekki út. Nei, við getum fyrst að reyna í næstu viku.
Þetta var, ég kannski var þetta bara maður þurfti að vera inn í stúdíun og sjá Steindar að reyna að ná döskvöldum. Þetta var gaman að þessu. Ég með síman, ég með tölvuna, ég með allt í gangi. Þú glemdi mig að segja í byrjun hvað var í vinning og svona. Nei, það var aukaðri, en þetta var ferðavinningu Bylgjunar og hann fór ekki út í dablu, þannig að hann gæti snúma eftir næstu viku. Hann stækkar og stækkar. Þessi tveir eiga nokkra hittara, Herra Hnetusmjör og Frikki Dór hér á FM 957 og okkar bestu menn. Já, Herra Hnetusmjör, hann nú að fara að frumflytja nýtt lag á hlustendavélunum sem byrja klukkan 10:07 á Stöð 2 og eftir. Já, er þetta í opinni það? Nei, þetta er lokað. Já, þetta er áskrift, goddammit, segir ég bara kæru hlustandi. Þetta er algjör veisla. Já, sko, það er trillt dagskrá. Ég veit að það er Páll Óskar, þú veist, það er Birnir, Bríett, hver er ekki þarna? Já, Jón Jónsson og GTRN og Herra Hnetusmjör með nýtt lag og ég veit ekki hvað og hvað. Ég ætla ekki að leiðilegur. Ekki vera á þá. Ég var að sjá hörðustu afmæliskvöðu séð of all time. Þú veist ekki umhverfið. Ég hef alltaf hugsað þessi gæi, veist hann ekkert aðeinslega sexy og hæfileikar ykkur. Hver? Ég hugsa oft, getur að vera harðari en hann er í dag. Hvernig er það að tala? Og hvað er í dag? Mér sko, Brian Eklöpen Brynjar Már Valdimarsson toppmaður var óska konu sem til að hafa mikið með daginn og þetta er harðasta afmæliskveðja sem ég séð Mother of all balls. Já, bara fyrir 90 mínútum. Hvað er hann að segja? Að ég lesa það? Hvað er að Nei, þú veist, málið, fólk heldur sér að trolla. Þetta er afmæliskveðja. Já. Hann taka sýnd okkur að hann taka konuna þegar hann taka að með sýnist hvítvinna eða kampæn og segir, ég ætla bara að setja svo hann náttúrulega átt á frækt múð þegar hann búið með gítarinn. Ég ætla að setja þetta á þetta komið á Twitter, þannig að sem er að hlusta geti séð þessa kveðju. Þannig að svo fólk sé að fylgjast með, þetta er séðast kveðjan, svo fólk haldi ekki sé ljúa. Ég er ekki ljúanir. Ég máli, ég er að hlustum að fylgjast með. Má ég koma með kveðjuna? Já, við erum að biðja hann segir, þessi yndislega og fallega stelpa. Getur sett lagið á? Brian Eklöpen lagið. Hækkaði í draslinu Run. Já, Run. Hækkaði í mig. Ég er náttúrulega ekki með hans útgáfaði. En ég meðal að segja saman, setja bara eitthvað. Hækkaði í mig snið þú. Ég er búin að hækki, þú ert í ásenda. Ég er búin að hækka alveg bort. Þú heyrir bara okkur, það er ekkert lag undir. Ég er að setja lagið á núna fyrir þið. Ok, setja á. Heyrðu það? Harra. Þarna, thank you. Veitu hvað er í gangi sann? Ég er að lesa kveðið. Já, segðu okkur. Ertu að trolla okkar manni, ertu að segja satt? Nei, ég er ekki að trolla. Ég er að lesa afmæliskveðju Brian Eklöpen til kona sinnar Anna Kristína Eklöpen fyrir 2 klukkutíma síðan. Það er ekki 90 mínútur á? Jú, en nú segir Facebook 2 tíma. Alltaf að kæra mig fyrir það blandi. Nei, herru, ældis úti. Ok, þetta betur partur í mig læginu. Nei, það er alveg langt í það sko. Nei, eins gott að þetta sé. Ég ætla að taka eitt sopa á þessu klassiker. Hann er komin, ok. Hver er hverjan? Þessi yndislega og fallega stelpa á afmæli í dag. Hún er með hjart og gulli og er klikkuð í rúminu. Til hamingju með daginn, ásti mín. Þessi skjátt það. Nei, hann sagði þetta. Bittu. Ég veit að segja þetta eins og enn. Hvað er búinn? Eins og enn. Nei, hafðu lægið á. Brian er okkar maður. Hafðu lægið á, motherfucker. Þessi yndislega og fallega stelpa á afmæli í dag. Hún er með hjart og gulli og er klikkuð í rúminu. Til hamingju með daginn, ástu mín. Sett hann og er klikkuð í rúminu? Yes. Þetta er eitthvað gamli skólinn en núna að taka hattinn af fyrir Brian Eklöpen. Má ég sjá hérna snúðu tölunni við? Máttu sjá? Já, típist að þér að vera að ljúa þessu sko. Líðin er Weeblondale. Það er ekki það. Hvað stendur? Er þetta hans? Þessi yndislega fallega stelpa afmæli í dag. Hún er með hjarta og gulli og er klikkuð í rúminu. Upprófinu. Til hamingju með daginn. Já, ok, grjóthörn. Hvað, já. Ok, var ekki að grunna að segja þetta? Þannig að Brian Eklöpen er að segja að hún sé klikkuð í rúminu. Nei, að setja lagi eins og enn og aftur. Nei, þú færið ekki lagið aftur. En ég var til að sko, fyrir FNÍ Blöð-fans sem eru 1/3 af þjóðinni, searchið eftir Brynjar Már Valdimarsson á Facebook, keiri í like, kom þessari kveðju svona 1K
Thank you. Þetta er topp maður. Ég elskar það lífinu. Já, við erum að koma að kveðjunni í besti DJ í heimi. 1000 likes. Og kom þessar ammæliskveðju í 1K. Brynjar Már er líka svona eins og Ívar Guðmunds. Hann er alltaf til að hjálpa þér, alltaf til að gera allt. Ég spyr hann í einu og öllu. Hann er bara þú vorst með Ívar Guðmunds í gólfferðina. Já, þegar ég sagði við hann bara verður ekki að vera alveg rólegir að þetta er síðasti dagurinn. Jó, það ekki. Svo þegar ég var búin að hafa með törðun svo verður ekki að gera eitthvað að þetta er síðasti dagurinn. Jó, það ekki. Alltaf til. Ívar Guðmunds er mest í toppnum. Ívar Guðmunds mesti, hann er mest hann trónir á toppnum. Ég var aldrei að segja töða. En hann hefur ekki töða. Nei, en það sem ég dýrkaði Brynjar Már, hann er svona svipu típa. Ef við myndum beða hann að gera eitthvað fyrir okkur í FNÍ Blöð, hann myndi gera það. Ertu til að gera trailer eða hjálpa okkur að klippa þetta, hann myndi alltaf segja já. En hann hikar ekki við, þú veist, þetta var grjótur og líka, hann gefur líka zero fucks, hann hendi bara í ammæliskveðju. Hann segir bara. Hún er klikkuð í rúminu. Og gull og hjart og gulli. Veist, hún er alveg sama. Já, hann segir líka hjart og gulli. Hann segir bara hún er hjart og gulli. Og líka, bara geggjað par. Ég byrja að fylgjast með þeim. Þau byggu erlendis. Þegar hann hétt Brian Eccleben. En nú heitir hann þetta Brynjar Már Valdimar. Er hann hættið með Brian? Já, veist, konan sitt Anna Kristín Eccleben. Ég svo að séu hreinu, ég veit að Brynjar að hlusta. Your biggest fan. Það sé ekki að miskila það. Ég er ekki að trolla neitt, sko. Ég elska þetta fólk. Já, og ég elska þess að segja ammæliskveðjun sem klikkuð í rúminu. Ég steindi að klikka í rúminu, sko. Er ég? Er það ekki? Þú er sagt það á hlið. Þú er Herru, strákar, býða þess. Talandi ammæliskveður. Þá verð ég að segja ykkur þetta. Því ég rakst á Bjögga hérna. Bjögga Tór? Nei, ekki Bjögga Tór. Okkar besta Bjögga sem hann er besti. Við getum orðað þannig, hann er besti útsendari landsins. Hann er búin að væddu velun. Hann er með þrefalda eddur. Hann er þreföld edda í gangi. Hann var ekki að harður og Brian Eccleben. Nei, það sem hann var að lendi. Skeita hann? Já, hann skeit svolítið. Því að sko, staðan er þannig. Hvað sem ekki skeita hann? Silja konuna. Ég þekki þau mjög vel. Hún á afmæli í dag. Og hann fattaði það þegar að þau vakna. Hún skuttlar hann með vinnun í morgun. Vissi hann ekki að það ammæli? Og ég klikki á því. Ég hitt hann, þá var hann á bömmir og sagði hann, heyrðu, hérna, ég fattaði að þú var búin að skuttla mér í vinnun og ætti ammæli. Það er rosalega drull. Veistu hvað ég held að það gerst? Hann kemur í vinnuna, fer á Facebook. Já, sér bara hún á ammali. Hann bara glemt að pæla í þessu. Helviti hart sko, eins og þetta er mikil toppmaður. Já, hún var ekki að nenn að henda á hann í gærkvöldi hérna, svo má bara ammala morgun þegar enginn hefur greinlega komið inn á það, sko. Þetta er nefnilega kostum fyrir mína konu. Hún veit alveg svona 6 vikum fyrir þegar ég á ammali. Já, þegar þú talar ekki um hana. Já, sko, Blöð fór veikur í ammali. Hann hendi mér í The Penguin Suite síðan það ammali, sko. Og Kim Kardashian, hún fór á bak í baðinu. Já, ég ætla að taka upp hanskar fyrir Bjögga þetta. Því að ég veit, hann er búin að vera bömmir hérna dag í vinnunni það. Við í FNÍ Blöð. Er hann ekki bara að sexa það ríkt? Þú var ekki að spá í konun og ammali? Varst að læra þetta orðið? Þú segir ekki annað. 10. sinni dag. Mástu að ég er að lærði wet lunch. Já, það var agalegt. Svo lærði þess að konunni minni Rakel sagði mann er það svo bara wet lunch á morgun. Steindi sagði wet lunch í svona 4 mánuð eftir það. Allir komið leið á þeirra að segja wet lunch. Er það ekki wet lunch? Herru, drengi, mála, ég ætla að taka upp hanska fyrir Bjögga. Hann er búin að vera að bömmir þetta. Við í FNÍ Blöð, við sendum ástarkveðjur og góðar ammæliskveðjur á hana Silju frá hana Bjögga. Og eitt sem Silja þarf að fatta að hún á mann sem er mannlegur. Já. Hver gerir ekki mistök? Og ég segi bara Bjöggi, kott inn og fá þér eitt kaldar. Nokkur bjór eftir því og Rikki er ekki búið með alla í kælunum. Hann er að vinna þetta, við skulum draga hann inn og hann hversu blöytur er Rikki? Akkur er bjór, akkur er kælun tómur? Já, svo fer hann bara heim og hann getur gefið henni digging a box og við vorum að fara yfir það. Hvað er það? Okkar maður er að hlusta og hann fyrir að fylla á kælunni. Hvað því er digging a box? Hann er að trýta Limi í boxi? Nei, bara gera gott. Horta á Saturday Night Live? Já, bara hann er að koma við í kjötbúðinni, það er bara þannig. Herru, auglýsingar. Sko, ég var takkar á Twitter, drengir. Umræður sem ég átti við Björn Braga fyrir 9 árum síðan. BB King? Já, í þættunum FNÍ Blöð. Og þá var verið að tala það voru að ræða Justin Bieber. Og Bjössi vildi meina að hann er búinn eftir 2-3 ár. Og ég var að segja, nei, lögin hans er á skána. Ég hugsa hann verður bara helviti nettur eftir 10 ár. Það er það sem er að gerast. Er það ekki? Já, Justin Bieber, hann á toppnum í dag. Öll lögin hans var á toppnum. Hann er mikið haters. Já, það er alveg eins og þetta lag. Þetta er vinsælasta lag í heimi í dag. Yes. Hann gefur út gospel-lag páskuna, vinsælasta lag í heimi. Þannig að
hann er ennþá stærstur. Já, Þannig að viltu meina Eftir 9 ár. að pakkaður BB King saman í Já, rauninni mér finnst það En byrju, má ég aðeins fá að segja eitt bara Yes. Þegar ég er mikill bíbimæður, þú veist Já. það Ég elska bíbirinn, sko Það fyrir einhvað að Nei, töfum að hann hatar elskir hann. Jay-Z. Nei, ég elska bíbirinn Ég er belieber og Reyndar höfum við samt rætta hérna eins Já. mikið velskum Bieber. Hann Já. hélt vestu tónleika í sögu Íslands. Já, Já, hræðilegt Íslandi, já En drengir, Og þú þá veist þetta hann nefndu sig Ég ekki veit En það, sem- hann var á slæmum stað. Já, en sem popstjarna, þú veist, ok, hann er með, hérna Hann er ekki sjámanlegur á top 50 global á Spotify Og hann er hérna með vinsalasta Er hann lagið ekki? Nei, hann er ekki Þetta lag? Nei, Er þetta lag ekki á tónum? þetta lag, já, ég er enda, veit ekki með þetta Peaches. lag En allavega ekki gospelin, sko Nei, Og- en sko, þetta lag fór pottit á I toppinu á call Spotify. bullshit hjá Já, það held ég líka. Justin Bieber sé ekki á topp 50 í dag. yeah. Hann er ekki á top 10 allavega, sko Þú veist að, sko, ég er sko Veistu eitthvað rugglaðast? Ég bara segja, þú veist, fyrir 5 árum Hann er ruglaður. Fyrir 5 árum Og ég sé strax hérna bara á top 50 Æsland Já, Það er kongur já, auðvitað Við erum alltaf Ofarlega. 6 árum eftir það En málega er að, sko, fyrir 5 árum Þú veist, þá hefði hann gefið út lag Þá var það vinsasta lag í heimi Og það er ekki á toppnum á Spotify Og það er hérna í gospel kategóriinu Sko, þó Þú varst að gospel- leita í símanum, þú sást það ekki Nei, ég var að svara konu minni hvað ætlum að borða á eftir. En málega er að, þú veist En málega er að, sko, þú veist Hann er aldrei jafn vinsæll í dag og hann var Nú, ok, ég held að hann En- verði gjössan á tónum. Nei, en þú veist, hann er í Hver er stærstur í dag? Cocaine is a hell of a drug Herðu, hættu þessu. Það er þykist þannig. vera ykkur Bieber aðdándi. Vist er hann á toppnum. Nei, þú veist- Hvað stóðu listunum? Þú ætti að skoða það. Heldur að Það var gospel mjög ofarlega. Hvort heldur að WAP eða gospel kórlag væri vinsasta lag heimsins Sko máli er að ég held að Top 50 um allan heim. Steinþór sé að fara að fá Hann er ekki- Reisa stóra sokk sko Top 50 um allan heim. Í öðrum sæti Peaches með Já. Justin Já. Bieber. Já, já. Ok, ég held að hann væri ekki á top 50. Weird Hann hefði verið fyrsta fyrir 5 Já, árum skrítið. Og í 13. sæti Hold On, Justin Bieber. Já. Já, voða skrítið. Sko, Já. Æsland top 50 Já, svo er Þar er hann hann aftur í- hérna í þar er hann 30. í- sæti Anyone, Justin þar- Bieber. þar Hann er var hann í bara þ- öll lögin Það er hann í þriðja Ó, því ég var að pakka saman hann. Nú var hann með 3 lög þarna, já Já, þú Þannig að sagði hann var sko- ekki með neitt. Nei, Þannig að ég meina samkvæmt þessu Já, þá er hann fíla fólk að hann sé harður Jay-Z maður sko Já, Eða þú veist, ég meina samkvæmt The Já, hann Church er bara, ég skil ekki hvað Steindir er ruggla. Hann er stærsta popstjarni í heimi. Það er bara Ég þannig. meina, Já, þó var já, ekki það- netta gig á Íslandi Þú veist, ég mætti í kórinn og þegar ég var heima á hliðina á og ég var Been a couple of En það beers ástæðan fyrir þú mættir af því að bestu Been a vinur. couple of beers Ég rölti og því líka veistla Já, Og síðan sá ég bara á sviðinu, ok, út af ég er búin að gigga nokkuð sinni, ég gigga á þjóðhátíð Æ, ekki líki svo margóft saman í- fyrir 80 manns. Jú, Já, ok, gefðu þjóðhátíð. Vissulega var þetta, þú veist. Þetta var ekki þú að blönda og svo ekki En búin að málega er, tengja og pæli einu, keyboardið, sko. 80 manns á þjóðhátíð, hvað er margir í kórnum? Hvað var það? 20.000 eitthvað? Já, vá. það var Hvað munar miklu maður, fucker? Já, ég held þú verið að fara að tala um Mercedes Nei, nei, ég er að tala um þjóðhátíð. Vitið hvað er stærsta Og en gig málega er, landsins? ég sá bara, ok, sem að professional, hann ennir þess ekki. Já, sátt, þú Hann ráfaði á sviðinu Þú þurftir ekki- eins og svona Sverri Bergmann þetta fyllir í og hann langar bara að spila game hann langar að spila eitthvað leik hann vantar bara sloppin ég hugsaði bara, wow, hann ennur sig ekki Þú þurft ekki að vera, hvað kallaðir þið? ég má gleyma þetta Já, bara hérna, fellow musician Nei, ég menna, ég gegga það sem ég gerir, Já, já. ég er búin að gegga með nú hefstu upptalning David Guetta Þú í ert ekki höllinni, sama hér. Þú er heitað upp fyrir hann. fyrir ekki þau poop hvað kallað þú það að þú gegga hvað, þau ekki verið sleik við hann Nei, blöð þetta var Gilsi og Guetta í höllinni motherfucker Já, og Steindir Junior líka ok, maður ég klára þetta Gilsi og Guetta, höllin Og Juniorinn, ég var það Þú líka vilt greið ekki tengja June að Nei, inn. ég Bara Gilsi og Guetta. jú, ef hann var hann þá var hann ekki ekki Ég Man ekki rétt. held að Má ég ég klára? það verið kljóðan 8 kvöldið þarna Hann var að byrja mössurblokk æfintýri maður ég klára þetta poop Gilsi og Guetta Effect Já, Gilsi og Basshunter sem er bæðið við nýja bestu vinið minn í dag sko ég veit ekki hvort að það sé eitthvað hver heita þetta fyrir hann á þessu vestlóki ekki til dæmis og það er ekki bara eitthvað inn Það er dullu saman Bara það verslingar Ok. Gilsi og Scooter Já, og svo er mögulega að koma fjórði puttun upp but I cannot disclose that já, ok þannig ég byrði fólk að slaka á Ég held að sé allir slagi sko Við Ég held ætlum að að fara sé- í dagskrálið sem að hef Helviti slakir Þannig að við það því. er allir að slaka á Þið viti ekki hver er fjóði Ég ætla að vona að deyðir ekki En ég held að þegar fólk heyri fjóða það verður Það allt veitir hvað er fokki vitlaust. stærsta gig á Íslandi, drengir? Það er ekki þjóði Nei Svona þegar að kemur partí Það er til helmingi stærra gig Það er svona, já Já, það er 40 manna gig á Dalvík einu svona ári, vissu það?
Ég vissu það, Það er ég frá rosalegt. Sauðárkróki sko. Hefur þú farað á það? Tala sjódröslið Það er rosalegt Já, það eru sturlaða staðreyndir hér í FNÍ5 blöð. Það Yes. hafi ekki verið í Insane 4 facts. vikur. Já, þannig að það komið tíma. Herru, reyndar eitt áður fyrir mig sturlaða staðreyndir. Ég ætlaði að spyrja ykkur fyrir þættinum. Og annars sem ég verða að koma inn á, hlustendavelun eru í opinni dagskrá í kvöld á Stöð 2. Þannig að þegar þú spyrir Vissi aðstendi, það? já, ég skeit. Hver er að kynna? Er Fett Richard að kynna? Nei, ég séu nokkri kynnar. Yes Þannig að, já, það geta En er Ívar Guðmunds að kynna? Ívar Guðmunds I'm his biggest fan Hann er að kynna Toppmaður. Já, já. Hann komið í átti vodka Red ammæli Bull daginn. Hann er að kynna Þetta, ég gaf honum fallega kveðju á Facebook. Þvílíkur kongur. Ég ætla vonið að hafa gert það líka Ég var Guðmunds. Nei, ég sá þína það bara daginn göttmynd. Ég setti mynd á okkur eitthvað. Það fer alltaf frá manni. Ég veit ekki hvort að ég hef náð að senda kveðjur. Ég nenni ekki að hafa gött mann sem reyðir hún til gilsam Já, Nei, maður ég get fer alveg ekki lofa þér, ef þú spyrir Ívar á Guðmunds, Facebook sko, gaf ykkur sama dag og betri- einhver ammæli. Ég myndi, Bara ef gleyma gött það. mann sem segir hún að gilsi fara niður á mig, ég myndi segja já Herru, já, Með án græna namipókan sig. Við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir. Herru, það er verið að spyrja maður fullið hvena verður að Sagja Dick spila? Er það eftir Sturla? Já, það er eftir. Já. Er þið tilbúinir? Já, Yes. nú manni hvað ég ætla að spyrja. Hérna áður við byrjum að tala um Já. Ívar Guðmunds. Hvernig varst ykkur málverkið að Rikka hjá Jóa Fel? það er Það er eitthvað bara besta. frábært. Eitt besta Ég- málverk sem ég sé. Eina sem Ef ég að fá hann veist til hvar að get ég mála- keypta Ég er að- Ég veit fótið inn í stofu Right now Ég er bara að byrja Jóa Fel að mála annan ykkar. Sástu ennið á hann? Já, Það var rosalega. það var þetta að lenda bómingvilar sko. Rosalega mikið að enni Mikið, hann er Rikki með svona mikið ennið. Já, Þetta greinilega. Rikki er umlega sko Hann er með fyrir þykkt hár sko Þannig að Jói var basically að svona pakka hún saman Basically að segja, hörðu, þú veist, það er ekki mikið eftir Því miður Eða ekki? Það hann er með mjög þykkt hár. Þannig að það var ekki það. Já, sko, þetta er skrítið og það er sko Ég held að- Síðan var hann með eitthvað svona sexy svip á myndinni Rikki Myndir mættu Og væral, Rikki er sko. vanlega með svona trúðasvip Hann er ekki vanlega ekki með svona sexy svip Það Ég held að Jói hafi bara átt slatta eftir af þessu lit þarna sem var á enninu og ákvað að gæti klára hann bara. verið Ég er með flip side to the point Já. Gæti verið að Jói King Jói Fel Besti bagur of all time og sexy addict Gæti verið að hann hafi bara mögulega séð mynd af Rikka og bara mála út frá því Hann þekkir hann ekkert, hann hefur ekkert verið að fylgjast með King Ég meina, Richie nei, en ef hann sá mynd á honum þá var hann átt að átta sig á því að ennið á honum er ekki svona sko. Var þetta ekki bara flott mynd á Jú, annars fannst mér myndið mjög flott. Ég er Hann eitthvað hann að því náði andlitsvipnum sko. Hann að því Jóa Fel aðdónda svo Já, Ég já, er já. að bóka þessa mynd Hann Gekkja Jói þegar sem byrjar að mála Það er þetta. bara heitast í listamæður landsins En látum mála Steinþór Já, ég til það. Ég ætla að heyri Jói Fel. sko Jói Fel, þú Hversu ert að fyndið- hlusta, já. við erum að mála steinda og Mála- koma með myndið til stúdíu. Jói Fel, málaði Steinþór Hvað for the er love of God Ég er að fara að Haldið senda ekki honum bara núna á bara Messenger. panta mynd af mér bara hérna í eitt beiti útsendingu. Ég er að fara að senda Og strax sko, eftir þessu innkomu hvað að vil senda ekki bara Jóa láta Fel. gera blöðru til leiðinni? Málumann a tad overweight Og því nenni ekki hafa Steindi í toppformi Málu við hann, Jói Fel mála hann bara eins og hann Hvað, vill. ert þú að fara að mála mig? Nei, bara Slepptu ég var því. til að mála þið aðeins og Ef Jói myndi vilja mála mynd af mér það væri a great honor. Já, ég veit það. Ég myndi hengja þessa myndu upp sko í forstofana, bara það var fyrsta sem fólk kemur inn sér að myndina Það mér, af Jói. var á penisnum Nei, akkur ætti að vera Nei, því ég bara, þú veist, ef hann er að mála þig Já, Ætlar hann Rikki stóð ekki fyrir framann Er það ekki? Nei, heldur að Rikki að staði Tekur bara bara mynd. með hennar Það ekki? svip fyrir framan hann þetta er rugglar. Herru, það eru sturglaða staðrendir og fyrsta, meðan þessi er svolítið mögnuð. Það er eitt af þessu kjaftaði, þið með giska og hlustendur líka. Þú missir 50% af öllum styrki höndina þér bara við það að missa litla bita. Þannig að ef að fólk heldur að sé ekkert mál að missa bara Það þennan er litla. fucking amazing Það segir mér, ef ég krulla 26 kílóum í 12 repsum Já, Þetta keira mér í 12 kíló eða? nei, væntalega 13. Yes Þetta er ástæðan fyrir ég er lélur í starffræði sko. Guð minn Ég ætla að vona að Sverri Bergmann minn upp á starffræðikennari sé ekki að hlusta núna Nú er hann að hugsa Gilsarn er en imbecile En hefði bara haldið að þetta myndi ekki skipta svona miklu máli missa þennan nefna. Bara eitt putti Já, líka litli bita. Segðu Steindi, hann feitað út Hann fór að hóra klámið eða eitthvað Segðu, hann datt bara út Nei, ég bara var að hugsa þetta sko. Nei, þú veist að skoða Næsta, þú sér aldrei mjög smávaksin fórseta því að fólk treystir ekki smávaksnum fólki til að taka stórar ákvarðanir. Ég hef sagt ykkur söguna frá Já, við litla þurfum- mannunum í Bauhaus Já, við þurfum að ekki en einu sinni, ég vissi Sko, þetta um þetta bara inn á. komdu með the short version Þú ert í Short Bauhaus version. Já, Og ég hérna, sko, og þú málið er ert í að- þú sko, ok, þú ert í Já. röðinni Já, Og þú ert með eitthvað vöru já En það er gæði fyrir aftar þig Eða fyrir fram Nei, fyrir fram, já Sem
sem var með vöru. Akkur spyrðu hann eins og Ok, við heist þetta fyrir Nei, málega. The short version. Málið er það var gæja þarna. Hann er sko, ég get alveg sagt hvernig hann leit út. Hann var í stórri úlpu, svona sægrænni, ekki sko eitthvað svona flottri dúna. Hann var í svona venjulegri svona úlpu, fattar við, svona old school Hvað úlpu. ykkur? Ég næ ykkur Hann var nauðasköllóttur þessi maður. Það var kannski það sem að Nei, það hafði engin áhrif. Og hann var svona hann náði ekki 1.60. Hann var lítill sko. Og hann var næstur. Hann var greinilega svona þjónustuborð. Og það voru, þú veist, það var svona 4-5 gæjar. Allir, þú veist, að ná í einhverja svona vélar, þú veist, til að blása laufum og ná í einhverja svona alvöru vélar sko. Hann var með skóflu og hann var næstur. Hann var greinilega næstur. Og það búið, ég sá bara búið að hleypa 3 eða 4 gæjum framfyrir hann sko. Og það var svona þessi sitt hjá honum. Dropinn bara sem fyllti mælinn. Og hann byrjaði að vera bara, þú veist, hei ég var næstur, hann var að byrja að kalla. Og ég sá bara hann fekk enga virðingu að það. Ég er ekki að Og þú stendur á því að það er bara verið að því að hann var smávaksin ég er ekki hávaksin. Ég stóð við hliðina á honum, ég sá bara hann fekk enga virðingu að það. Það var því miður. Það var bara hann fekk ekki afgreiðslu sko. Þetta er ekki þér að kenna, þú veist, þetta er bara Já. Svona var það í búðinni. Þú mátt ekki kaupa bíl í Japan á þess að sanna að þú eigi bílastæði til að leggja honum í. Og fjölskyldur eiga þess vegna oft bara eitt bíl. Þú verður eiga 2 bílastæði. Þetta er gott koncept, finnst mér. Það er óþólandi þegar maður kemur heim og getur ekki lagt í stæði, sko. Kannski fjölskyldur með 3 stæði. Já, það er óþólandi, sko. Já, Japan gerir þetta yfirleitt mjög rétt sko. Japanin kann þetta sko. Segjum að, ok, nú bý ég í fjölbýlishúsi. Því ég er ekki millionir eins og því félagandir. Og þú veist, og það er bara ekki stæði fyrir utan. Sem að ég er um bíl, Gurri er um bíl, Eva er um bíl og sé að veri Skýri Junior með bíl, 4 bílar. Veist, það var bara helmingur staðinu farið. Þetta er bara sko, Japanin er ekki, hann er ekki fættur í gær sko. Nei, þá getur við bara átt 1 bíl samt. Það er flækir þetta allt. Já, en þú veist Nefn að þú kaupir 2 stæði bara þú kaupir En minnst þetta er sanngjarnt samt sko. Já, mér finnst það líka Já. Að meðaltali kostar an arm and a leg Egil, þú er oft sagt þetta Arm and a leg, yeah, yes. Já, þú segir bara, herðu, þetta kostaði arm and a Það leg er dýrt, mjög dýrt Já, þú er sagt það nokkur sinnum Yes. Veistu hvað arm and a leg kostar í Bandaríkjunum? Ég ætla að kaupa an arm and a leg Já, það kostar $329,000 í Bandaríkjunum að meðaltali eða 41 miljón Motherfuck Þannig að Ég þú ætla að segir kaupa sér bara lifandi arm and a leg Bara frá Þú getur keypt það á 41 miljón Arm En and þú a veist, leg er það frá bara Er lifandi mannesku, er hann Já. newly deceased eða? Já, það veit ég Hvað er það sem er að fara djúpt í Ertu þetta? ekki að tala Ég um veit bara það Ertu ekki að tala um gerfi útleim eins og bara hjá Össur eða? Nei, þetta er arm and a leg í Bandaríkjunum Nei, Ha? Steinþór, bara Viltu ekki bara lifandi 41 limur milljón? sko. En byrju, nú var okkar maður, það var Íslandingur. Hvað heitir hann aftur? Okkar langbesti Já, maður hann var að kaupa handleggi Hann kefti 2 handleggi. Já, það hefur kostað þá- En þetta var fyrsta skipt sem þetta var reynt. Eða ekki, þetta var Sá meistari, hann var alltaf í sporthúsinu Ég hlakka til að sjá hann mæta svo Nei, ég segi Það það- er basically verið að tala um bara ef þú ættir að kaupa þetta á markaði Já, á svörtumarkaði. Já, ég veit það ekki En meina að þú kaupir handlegg og hvað ætlar að gera við hann? Að þetta var í Væntalega setja hann á hendina Já, það hefur aldrei verið gert. Það var bara verið að gera í fyrsta skipti með okkar mann. Eða ekki? Það veit ég ekki Þetta var að tala um svo þetta sé bara svona eitthvað svona common thing. Nei, ég er bara að Það lesa langar í sem kemur hendi. þetta á síðun Sko, þetta var alltaf breakthrough Þetta var breakthrough Shit. aðgerð. Já. En sem blöð Kannski er bara svona er ekkert blöð er ekki að tala um það. Ertu að En tala blöð er bara að tala bara að collectors, maður selja eða? bara svarta markanum Bara ég vil kaupa handlegg Já, bara til að geima bara arinn. Það veit ég ekki Af því að það hefur aldrei verið settur handlegur ánið. Þess að held ég fyrir utan þennan okkar mann En þú sko. veit, blöð, þú mátt Þú ert Lói Bergman Já, það ég Þú ert með emmeringina Nei, sem er ég- rífandi kjaft Nei, Bara ég þú veit bara- að þú mátt senda hann út Nei, ég- Veistu það Þetta er- Það veistu er hvað? ljótt að segja Mjög stutt í lækki ykkur báð Nei, ég Ég veist er ekki hvað? eins og að Var grína ég að trúða? Auðvitað, þessi móli var svolítið eins og þú væri bara að segja heyrðu, það kostar bara 50 skall að klóna manneskjur á netinu. Var ég að trúða það? En þú veist, það er engin að því. Nei, ok, ákveður er það 329 Það er greinlega búið að reikna þetta eitthvað, Steindi Það er ekki allir bara heim í tölvunni svo þú En þess að hendur eru ekkert settar á nýtt. Var ég að tuða? Já, það er Herru, nei Næsta, Jeff Daniels fekk $50,000 fyrir Dumb and Dumber En Jim Carrey fekk $7 miljónum Segir sjálf Já, það segir svo svolítið sjálf. Nei, Þannig að- ég segir ekki sig ekki $50,000 Já, Jeff Daniels var jafn fyndin í myndinni og Jim Carrey Ég er alveg sammála því, en Jim Carrey Sko, var með Ace Ventura og Mask og sama ári. Má ég vera bearer of bad news? Hann var ekki jafn fyndin um Jim Carrey en svona- hann var svona- En hann var fyndin Hann fullkomnaði Þú veist, þegar hann hægði sér Hann ætti að fá því Academy Award Sáu hann, þegar lappirna fóru upp og hann hægði sér Já, En ég ætla samt að segja hlustundum eitt Ekki horfa á Dumb and Dumber 2 Ég hef aldrei Já, séð geðveik það. mynd. eitthvað Mástu hann inni með dinglaði hann þegar hann Nei, dinglaði ég hætti eftir hálftíma Það er sko, þegar hann dinglar í
Gat fyrir að þér fannst þetta fyrir. Það er ekki besta atriðs á æfinni síðan sko. Það, Ég ég hef ekki aldrei séð hlegið mikið á æfinni en við horfum á það í kvöld. En Það pælið er þessu hotlar að ári borða 2 hambúrgara heldur en 1 hambúrgar og franskar. Já, það er franskar the devil. Já, þannig að þú veist að þetta er rétt. Að sleppa Þannig að fram ef maður fer á Já, hambúrgarstað sem eru geggjaði burgara þá áttu frekar að kaupa 2 Eða sko, hambúrgara ef þú hugsa health og fyrir hambúrgarstað sko, pantaðu doppul kjöt taktu efrabrauð af og slett franskunum. Ok. Það eru síðasta, það eru fleiri sýklar í mununum aður heldur en á klósettsetu. En það er fleiri sýklar í mununum að bara en raskatina held ég. Já, væntalega, fyrst það er líka á klósettsetu. Steinþór. Þetta er bara known thing og það eru mestu sýklar í mununum aður. En þá spyr ég hvað af þessu var kæftæði? Þú er að renna hratt yfir þetta. Missi 50% öllum styrka, þú missi litla butta, smávaksnir verða ekki fórsetar. Bullshit. Þú mátt ekki kaupa bíl í Japan, að meðaltali kostar Armin að leg $329, Jet Daniels vekk $50, það er hotlar að borða 2 hambúrgar en 12 franskar og það eru fleiri sýklar í mununum heldur en á klósettsetu. 4 milljónir fyrir dömur. Já, ég kaupi það ekki. Ég kaupi það ekki heldur. Ég held að hann hefði fengið miklu meira en karri en ég held að hann hefði fengið svona Miklu meiri karri, þetta er ekki Nei, minna. Ég held að hann hefði fengið svona $150. Nei, ég bjó til, þú sér aldrei smávaksna fórseta, það var kæftæði því ég vissi að þið myndi falla í það út af þessari sögu þín. Það er eðlilega gáðaður blandið Gæri Báhás er ekki sammálaði sko. King Mike mætir hérna og sagði við erum árið spjallað við hann. Rándýr gestur hérna til okkar, við köllum hann King Mike og Þetta er King Mike. Koma hingað í fyrsta sinn. Við byggum nú ætlum að búa til lið. Ég er reyndar að koma í annarsinn. Hefur komið þaður? Ég hef einu sinni komið fyrir einhverjum 20 árum. Nei, ég get alveg sagt hvernig það var. Það var fyrir 8 árum síðan. Nú, ok. Það var bóðið með þér og Hjöppa. Já, þetta var það blöð og hjöppi. Blöð og Hjöppi, ég hef aldrei komið miklu með stjórnum. Hvað voru það að spjallum? Við vorum að spjallum hinn síkilda og góða bar Þýskabarn. The German bar. German bar. Geðveikur bar. Heilsarinn var þar á opnunarkvöldinu og þar Ég var held í með þar. Þú heldur í þar. Hjöppi, manstu þegar við sátum ykkur og vorum að Hjöppi, röfla Mike? Mike segi ég. Við vorum að röfla og ég sagði, akkur er þú ekki í FNI fyrir blöð með þinn fasta lið vikulega að röfla hitt og þetta. Töð frá Mike. Manstu eftir þessu? Já, Hvað var það? Akkur er dóð það? það vantaði bara samninga að vera að genga upp. Því miður. Já, ég meina, það bestu moment bara En lífsins. reyndar eftir það tók Rikki við stöðunni. Já, sko og mögulega væri hægt að hafi Komast að samningum í dag? komast að samningum í Hann er samt dag. einn besti vinur í dag en Richie, er það ekki? Ég er að segja það, hann var ekki með, ég held að hann hafi ekki verið yfir stöðunni. Nei, hann var bara klán Steindi þá. greið, hann vildi bara fá eitthvað en ég þurfti að fá eitthvað. Ég held að King hefði Rösmann að verið FM þá sko. Besta Talandur Rikka, hvernig varst þið málverkið á honum frá Jófell? Viðbjöður. Mækari, þetta var ekki viðbjöður. Jó, ég vissi að það var ennið á honum frekar há. Ég elska Jóa Fel sko en ég var með Ingo áðan Hauðugunum og við erum nú saman á skrifstofu hann er Hann er X-Mist X-Mist Erst þú í því líka? Nei, ég var með þessa skrifstofu og leiði þeim að taka hluta á skrifstofunni og þeir borga bara sín leiður í það X-Mist ekki cash cow eða? Ég vona það, þeir er allavega duglegir hann er fárlega duglegur en hann er með myndina sem sagt niður í vinnu og við vorum bara að Rikka. Þannig að Rikki var ekki að hengja hann upp heima á sér? Ingo var bara búin að taka myndina. Kefti Ingo Viðuguð myndina umbóðsmanninu sínum og er með hann upp á skrifstofu í vinnunni. Mér finnst líklegt að eins og Ingo talar hann hafi ég og keft hann á honum því að ég vona hafi ekki fengið hann frítt því að mér heyrðist og Ingo hann að vera að fara að gera einhverja milljarða á þessari mynd. Hann fór að með þetta Mona Lisa ég hef alveg séð flottara mynd að Rikka þá spurði hann mig, finnst Mona Lisa eitthvað fallega á myndin? Það vil meina það að hann sé komið lengur en við í þessum fræðum Ingo og hann sé að fara að taka milljarða þessari mynd hún er bara upp í vinn með myndin ég tekið ykkur bara á eftir og sýnt ykkur hana Er hann til sölu eða? Ringdi Ingo Hann ætlar örgulega að selja hann eftir einhver ár Já, þetta er rosalega Hann ætlar að selja hann eftir einhver ár og hann ætlar að vera milljarðamæður einhver ár En ég fíla svolítið loyalty hjá The Weatherman hann elskar umbóðsmanni sér það mikið hann kipti málverk á hann Já, en ég hugsaði samt að Jói Félag nú ekki hugsaði þannig þegar hann málaði myndar eitthvað ég hugsaði að vona að hann myndi hengja hann upp heima bara Það ekki? Það er kannski láni og hjá honum ég meina Ef Jói Fél myndi mála mynda mér því að strákundin voru að platan í það Við viljum að fá Jói Fél í það Já, ég myndi hengja hann upp í fórstofuna Já, ég vil ekki sjá hana fyrst Ok, viðbjóður, en ég meina myndin er Viðbjóður? Myndin er, sko Ég hefði viljað sjá hann aðeins með en þegar að Ingo kom með þessar útskýringar þá hugsaði ég að ok, þetta er kannski milljarðaverk Það sjálfsögðu Það er með hátt enni þarna, Richard, sko Já, það er nú aldrei drefin Er ekki með þykkt hár í dag
Jói var basically að segja honum að partíð sé vera búið í rauninni. Það er ekki. Já, ekki hárið er mjög þykkt á myndinu samt. Partíð á blöð búið, ég meina Það er ekki kollíka með þinn. Það er ekki búið að vera. Þetta byrja bara. Partíð er að byrja á mér. En er hátt en sko það er ekki kollvíkilsi. Þú voru að geta sko grind á milli. Eina sem var skrítið við þessa mynd var eiginlega ennið. Það var pínuð þannig. Já, það var þrefalt ennið á honum. Og munnsvipurinn líka, þetta rikkið þetta var ekki rikkalegt glotti þannig á. Mér fannst línuvörðurinn í leiknum hann á þriðjudaginn. Það var líka. Ég get alveg sagt ykkur og ég er ekki að grínast. Ég var að horfa á leikinn og það kom þessi nærmynd af þessu línuverði. Ég viðurkenna, ég var einn að horfa á leikinn. Ég hugsaði strax, fokk, hann er nákvæmlega svo Rikki. Ég hugsaði það. Þegar sekundur seinna kemur Gummi Ben og segir, heyrðu, það er bara útásmaður á línunni. Og við hugsaðum það nákvæmlega sama tíma. Og þannig að hann var miklu líkari Rikka heldur en og hljópinn svo Rikki sko. Já, bara alveg nákvæmlega. Og málega GBN, það sem ég elskar við GBN, Crazy Commentator, hann er á tánum. Já, hann er á tánum. Mike var ekki á tánum að það. GBN er búin að klína 762 lækum á þessa Twitter-færslu. Ef við yfirfæra það yfir á Facebook, það er svo 6.000 læk á Facebook. Það er rosalega á. Já, ég meina, auðvitað var ég á tánum en hann var í beinni útsendingu að lýsa. Ég hef aldrei haft tíma til að koma hugsunum minnum frá mér sko. Mátti ekki vera svona hægur mækari. Hann var að lýsa og ég bara sá þetta sekund áður en hann sagði þetta. Hann bara kom eitthvað svona moment á hann að gæja. Sko, hann lappar þessu Rikki. Og svo kom eitthvað og sagði hann alveg eins og stórvinu þinn, Dóri DNA. Og þú spáir í það. Þá var hann alveg eins og Dóri DNA líka, þessi línur. Þannig að hann bæði þessu Dóri DNA og Rikki. Það er rosalega blanda. Það er svakalega blanda. Já, það er skoða þetta bara, skoða myndina. Það er gott að gefa sjátátt á Dóri DNA. Hann er byrjað með skítamix á sunnudaginn. Það er nýð þáttur á sunnudaginn með Dóri DNA. Mjög spenntur fyrir hún. En talandi þætti, Mike, nú ertu búin að vera stóri í podcast heiminum, kom með Mike Show. Hvernig ertu að fíla nýja þáttin og breytingar? Ég er bara gaman. Já. Ég sakna hann alveg höppa sko. Já. Og fróðar hans, ég náðu ekki hennar það er gaman að þeim. Já. Og ég mun nú vantarlega eitthvað að koma til höppa ef hann ringir í mig. Þetta dýrasta þríeki landsins. Já, og það er ekki, það er ekki það er bara svo það er. En þetta fór vel á stað. Já, þetta var mjög vel á stað og þetta er bara gaman og gera bara eitthvað nýtt og ég minna, bara svo að menn hafi gaman, ég minna, og fólk hlustar og menn er að fara í byggingu enn kl. 8 á mótnana og hanga þar í eitthvað 10 klukkutíma og þú hugsar, djúvill, 7 stiga frost og rók sko. Djúvillar leiðild í vinnunni. En svo ertu með kannski Dóttar fútból og þú ert með nýtt viðtal við Ásgeir Kolbeinn sko hjá Sölva Tryggva og svo farið Mike Show líka. Menn það veistu bara að dagur verður bara þú hlakka til að fara í vinnuna sko. Já, bara til þess er þetta. Fleiri íþróttir en bara fótboltaði. Já, ætla að vera með það og svona aðeins mann að koma því en það var ekki verið að hjálpa mér að loka á allt. Deginum áðurinn ég byrjaði. Þannig að ég dómur á stildina og Já, klárlega og ég ætla að vera með fleiri íþróttir ef þetta drullast að stað einhvern tímann. Mér sýnist núna framsóknarflokkurinn er að vakna og þeir ætla að fá okkur atkvæði í haust. Nú hefur við tekið okkur röl saman, Mike og þegar sko sunnudagurinn á þjóðhátíð þá finnst mér ég fá besta Mike. Þú fær besta Mike þá. Fólk myndi borga pening fyrir að hitta Mike á sunnudegi og þjóðhátíð. Ég hef setið með þér Mike og við hefum bara verið að röfla yfir einhverju þunnri kjötsúpu og verið að reyna negla okkur í gang og reyna bara að taka þetta á kassan og bara svona og höfum nelt okkur í gang. Já, höfum gert það og við canceluðum bátinn heim. Fattar þú? Það hefur gæst, já. Það hefur gæst. Ekki á Gilsarnum samt, en jú. Já, aldrei á Gilsarnum. Hann er alltaf heim bara, hann fer bara. Hann langskemmtilegasta degir. Hann er ekki alveg, hann gefis út hann er ekki gamli skóli. Hann er svo lítill í vingunni. En málið er þetta ekki einhver Mike sem var ekki gaman að glitti þennan Mike? Jú, sér það ekki stundum. Nei, ég er að segja að þú veist, verður ekki til í að taka bara er ekki Mike Show, er þetta ekki bara það er ekki Mike bara að vera live á sunnudegi frá þjóðhátíð. Já, bara live á sunnudegi basically, yfir höfuð. Það verður komið þess í Mike. Já, bara ég menn ef að þjóðhátíðin verður í sumar þá meðal ringi mig og borga mér ykkar laun fyrir að mæta þarna og gera ykkur að fíblum þarna eitthvað upp á sviði, reyndar góðir. Þú finnur ekki menn og læra launum ekki Það er að vera bara með Mike Show í byrni á sviðinu, stóra sviðinu.
einhvern tíma sagði Ingóm nú, hann nú sá frægast á þessu að Esk Mike sennilega vinsalasta bara á sviðinu í Vestmannum. En nei, ég skal bara vera með þátt bara á 900 bara eða eitthvað. Já, við erum meirinn til í að við skuldum auglýsingar og svo höldum áfram með Mike, við ætlum að henda honum í hraðaspurningar, það kemur ekkert lag á milli en við verðum að henda í smá auglýsingar eða maður sjá. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg og Keiluhöllina. Hárrétt, það eru Keiluhöllin og Túborg sem að færa ykkur FM 95 Blu og við minnum á, fabrikuna líka sem er, svona litli bróðir Keiluhallarinnar og þau eru 11 ára, þannig að það er tilbúið alla vikuna. Mækari, það er allir hambúrgar á 2 skall. Já, ok, allir hambúrgar á 2 skall, ok, byrja Mækari, það segja mig það, Blu. Ég fyrir Keiluhöllinni kvöld og panta alveg saman hvað ég panta mér. Keiluhöllin, nei, þú fyrir að fabrikuna eða pantar á fabrikuna og fyrir hambúrgarna á 2 skall, já. Yes, það er fucking amazing. Er það ekki Keiluhöllinni? Jú, þetta er gaman. Ég elskar Setjó, hann er alltaf með geggjum tilbúð. Það er sem með Keiluhöllinni eða fabrikana eða hvað það er. Þetta er bara gefins. Það er frábær, hann Setjó. En Magari, ein spurning. Þú er búin að ferðast með mikið af fyllibittum. Já. Hefur þið ferðast með betri fyllibittu sem svona roommate og alliða ferðafélaga en Gilsarán? Nei, ég hef ekki gert það. Þetta svaraði fljótt. Ég hef ekki gert það. Er það heyrið þetta? Það er einn dagur í Finnlandi sem að var smá erfiður á leikdag Það var sann sko, þú veist. En ég hef ekki ferðast með betri Hvað manni. segja var svona minn helstu kostur í svona ferðum sem við félagarnir förum? Þú ert bara alliða í þessum ferðum. Mike komir þið til að hrósa þér sem fyllibittu? Nei, ég er hósan sem fyllibittu og góðum ferðarfélag og Mækarinn er svo steindi, svona hefur tekið einu rótu í gegnum tíðina og ég hef aldrei Gilsaran röðlu við því. Aldrei. Það hlýtur Mike líka. Já, eðlilega, gera það ekki allir alveg kallmenn. Ég sammála þessu. Ég ætla að henda hraðaspurningum og þú fær sömur hraðaspurningar og Patrikur Hæmi og Binni Glí fengu hérna á sín tíma. Það er svoleiðis. Já, það er a great order. Ertu tilbúinn? Já. Uppáhaldsmatur? Lasagna. Uppáhalds sjónvarpsþáttur er bara uppáhalds sjónvarpsþáttur er Þetta er hraðaspurningar Mike. Enski boltinn bara. Ok, hvað er mest í töðuna þér? Það er neikvæðni. Sammála. Kemur úr Ég var neikvæð sko í gamla þetta. Það er búið. Í hverju sefuru? Ég sef í nærbuxum. Fallegasti kallmaður heims? Fallegasti kallmaður heims er David Beckham. Liði í ensku? United. Mætti djama með hverjum sem er eitt göld, hver eru fyrir valinu? Ég tæki Maradona en hann var bara því miðvinn í dáin. Þannig að þá tæki ég Michael Jordan. Hvað drekkur á djaminu? Ég drekk vodka í tónik. Binni Glí eða Bassi? Bassi. Þegar þú mættir að hafa leikið aðalhutur ekki hvaða bíómynd sem er, hvaða mynd eru fyrir valinu? Fight Club. Gott svar. Þetta er harðast að svara sem við fengið. Þetta er rosalega mynd líka. Hvað kveikir í Mike? Það kveikir í Mike. Jákvæðni. Besta hljómsveit allra tíma? Hljómsveit allra tíma er Rolling Stones. Ef þú eru að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Ég myndi bara sofa hundinu mín. Hvað er flottasta merkið? Flottasta merkið? Já. Nike. Hvaða lag fer á fónin til að koma Mike í gýrin? Robbie Williams. Angels. Ég hef séð Mike taka það í karaoke sko. Ég blöð sá mig líka. Hvað varst að koma sjálfur í gýrin? Ég held ég var að koma sjálfur í gýrin. Ég kom að treyjun í gýrin. Það var 2 fyllibittur á þessu stað. Það byrja fólk að tínast inn. Gilsar er búin að taka lag. Gilvi er búin að taka lag. Hjörvar, það kom nú enginn inn þegar hann tók lag. Og Blöð er búin að taka tölu. Blöð taldi sig að vera góðan söngvara. Og menn þetta er Bjössa Taekwondo. Hann datt í það einu sinni í ferðina og rætti þessi dagur. Hann búin að taka 3 lög. Það kom enginn. Ég fór upp á svið. Hvað gerist, Gilsari? Eftir svona 10 sekundur. Það tróð fyllti staðurinn á svona 20 sekund. Mér aldrei séð svona. Það hljóma svo léli líi en þetta er því miður rétt sko. Mannst eftir þessu púp? Já, þetta var rosalegt. Þannig að hann kom öllum í gýrin. Óskast hann að ég verið með kameru, þú veist, iPhone uppi og þarna var ég bara með eitthvað Blackberry röst, skilju, þannig að þessar minningar þetta var samt 2013. Ég verið með iPhone-ana og ég tekið allt upp og þetta var allt documented. Tók þetta enginn upp? En það er komið að lókum hér hjá okkur í F95. Hvernig er helgin hjá King? Hún er bara, ég ætla að kíkja á þig á sunnundaginn. Hóru á United Tottenham? Já. Ég hef ekki, að langt síðan ég kom, oflangt.
og reyndar aldrei komið þeim tíðin í nýja Aldrei húsið hitt þitt. þetta? Nei, ég gera það á sunnudaginn Ég verð bara tiltölu á rólegur. Svo verð ég með þátt á sunnudagskvöldið eftir Ok. Tottenham United. Já, hvernig fer United Tottenham? Ég ætla að vera með Gauja Þórðar þá. Það er menn hafa gaman á honum og United Tottenham er þetta ekki á heima til Tottenham. Já. Hann fyrir 2-3 fyrir United. Steindi, hvernig er helginu þér? Ég er með matabóði kvöld. Þú hlusta bara ekkert á Þóru. Svanþór Einarsson fasteignasali í Hefur Mosfæ einhver haldið fyrir matabóð í COVID heldur með Hann Steindi? er mennið partíð The bad boy of COVID er svo Ég er mjög ánægð með það. Svanþór Einarsson fasteignasali í Mosfæ er að koma yfir í taco og rautt. Hann elskar að halda góð partí. Já, ég held góð partí en þetta er ekkit fjölmennt partí. Við erum 6 sem erum bara að hittast þarna. Sex er leðilegt. Vök okkur, ég meina þú veist, það er leifilegt. Það er 10 manns í dag, drengir, það er 10 manns. Egil, hvernig er helginu þér? Ég er að fara, ég ætla að þykja mér handleikina klokkan 10 fyrramálið og svo ætla ég að fara Hvað, mann ekki búið það? Nei, það er bara annað, þú veist Mega bara þjálfar að ræða. En ég er að fara á Urriðafoss Apartments sem er eitthvað svona eitthvað shit sem er mjög sexy út á landi og ég ætla að fara að taka lögutsóndan þar og bara Ertu búin að fara þá á öll svona hótel í COVID-inu sem að eru eitthvað svona Engin duglegur að fara Sko, út á land. ég Þú ert búin að fara á Íon hérna tvisar. Þú ert búin að fara á Ammali og Blöð. Þú ert búin að fara á En Grímsborg ég í eftir hótel. Geysi Þetta er ríkasti vinnu minn. Ég ætti Geysi. Fyrir utan Bjögga og Guy Ritchie þá er þetta ríkasti vinnu minn. Já, svo náttúrulega að gera grínað okkur hérna. En ég verð ekki pælt í því að ringi í Mike eða Blöð eða eitthvað og fá með þér og hafa smá Jú, gaman. Þú fyrir ég- alltaf bara með konun og barnið og svo bara eitthvað Instagram. Jú, bara- Hvernig verður það? Að reyna okkur með? Jó, okkur kikið ekki með Einu Já, sinni. ok, takk fyrir að bjóða. Þetta er bara Þú ert að fara á Urriða- morgun, sko. Af því ég man þegar ég fór Hvað er þetta sem þetta fara að Þegar ég segja? fór á Ranga þá byrði ég þig með. Þetta heitir Já. Urriðafoss Apartments á Instagram Já, já. og ég er að fara á morgun og ætla bara að drekka bjór og tuða Ég hann er búin að segja nafni Tuða í sjálfur. Tuða í sjálfur. Já, ég ætla bara að tuða og fá með bjór Það er glemur það Þeir eru drengir, það eru mjög sorglega fréttir hérna í lók þátt að DMX er látin. Það er reynda Og það er Ekki enda þáttin okkur Það er, hlustaði á mig drengir, hlustaði á mig. Þetta er tónlistamæður sem ég ólst upp við. Þetta er einn af mínum uppáhalds og Blöð. Ég krefst þess að þú Ég endir sko- þáttinn á lagi með DMX. Ég hef búin að lofa Hafdísunni frængu minni lag hérna sko. Þú ert segðu að taka- Hafdísi að fá sér sígaretu og gefði henni, Nei, hún fær sittla eftir viku. Hún er ekki að fara að fá sér sígarettu. Hvað er hún, 11 ára? Nei, hún er 18 ára, hún ætla ekki að fara að fyrta þín fótspor Já, heyrðu, hún fær bara sittla setna. Við erum að fara að spila DMX. Þá 100%. endu, sorry Hafdís, ég veit að þið komið ykkur í gýrin þá bara á Hendur Spotify með þessu Rough lagi. Riders Anthem í gang. Nei, ég set bara mitt lag þá með DMX. Það er X gonna give it to Já, you. jafn Rest in gott. peace. Takk fyrir hlustunni í dag, við verðum mættir hér næsta föstudag. Okkar Mike, takk besti fyrir maður. komuna. Já, takk fyrir mig.